Já, það eru komin gestir. Hérna er komin María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Velkomin. Takk fyrir. Og Ásgeir Brynjar Þorvarsson. Og Steinunn Ólína sem ætti að vera stjórnandi þessu þætti hérna ennþá. Ég bara neitaði. Ég ætla að vera bara til óþurftar hér í dag. Viltu ekki vera aðalstjórnandi? Nei, alls ekki. Og Sólveig Anna Jónsdóttir. Hei. Þú ert náttúrulega formaður Eflingar. Sannarlega. Og þú ert blaðakona. Jú. Og þú ert ritstjóri Vísbendingar. Já. Og þú ert leikona. Þetta er hérna, þið hefur öll verið hérna svolítið oft í þáttum. Þetta eru hérna... Hefur ekki ímyndunaraflið? Nei, mér finnst svona stemming bara eins og við verum að... Þetta er eins og lokahóf fyrir sumarleyfi. Já. Lokahóf fyrir sumarleyfi. Sko, það er valkostur að við byrja að tala um Biden, en hann er svo mikið old news. Já. Very old news. Að hérna, Ásgeir Brynjar var að skrifa einstæða foreldra með öðrum. Ég skrifaði nú minnst af þessu, ég var bara svona hérna... Þú varst efstur á listanum. Já, það var eitthvað í tölvukerfinu, því að ég er ekki með netfangu heimildinni, að því ég er hjá Vísbendingu, það er sama útgáfa. Þetta er ekki bara stafrósröð, það varst ekki bara... Jú, svo kom eitthvað svona skrifar. Fyrstur í skóla? Já, geti vel verið. En af hverju kölluðu þetta sjálfstæða foreldra? Má ég benda það, ef þið skoðið nöfn sem á börnum, þá hefur verið færst ofar nöfnin út af þessu. Bókstafa verðbólga. Já, það eru færri sem að byrja á þ núna heldur en var fyrir 60 árum. Það er ekki þessu. Nei. Heldur þessi viðsvitjandi að foreldrar sé að reyna að náta... Þormóður. Já, svona setja þau efst. Aron, það er það alltaf. Já. Svo var einhver frétt að Una væri að trenda núna. Una? Það er Una Torfa? Það er það, út af Unu Torfa. Það er svo Dagný. En var það ekki þarna gaurinn sem skrifaði Freakonomics sem sagði það að fólki vegnaði betur í lífinu, að það héti stöfum sem verið framarlega í stafrófinu? Það er ekki alveg útlöku. Já, við sjáum það. Ásgeir var allt. Það var svona verst fyrir að kennararnir snéru af því að það maður heitir Sólveig, þá maður vanur því að vera þá kallaði síðastur upp. Það geta lært á leiðinni. Já, geta lært á leiðinni og þú veist, geta sónað út til að minga kviðina eitthvað. Svo einhverju svona kennar sem fór svona að flippa þessu. Það var ömurlegt, þá þarf maður kannski fyrstur. Varstu alltaf kölluð Sólveig Anna? Nei, ég er alltaf kölluð Solla. Þú ert alltaf kölluð Solla? Já. Sem að er líka degjúlt. Þess að gælunöfn. En ég sjálf vildi heita Rósmary Ann Múlan, en það var náttúrulega systur mínar hafa svona kannski svona stungið upp á sig en þegar ég var 4 ára. Fyrst vildi ég heita Emil og hét Emil heilan vetur og hét það líka á næturna og mamma mín, þú veist, ef hún var að færa mér eitthvað á næturna, ég var aðgangshart barn og vildi fá eitthvað að drekka og þá kom hún og sagði hérna Solla mín og þá sagði ég heiti ekki Solla, ég heiti Emil. En svo fór ég úr því og þá vildi ég heita Rósmary Ann Múlan. Af hverju Rósmary Ann Múlan? Af því það var bara svo flott. Það er ægilega flott. Þá gekk ég með svona upp á hanska mikið í tjölpilsum og helst vildi ekki svara nema að fólk fattaði að þetta að koma fram við mig með tilhlýðilegri virðingu og að ég hét ekki lengur Solla, hvað þá Emil heldur Rósmary Ann Múlan. Emil. Ég man reyndar eftir þess að vilja heita einhverju allt öðru, Það var í blokkinu þar sem ég ólst upp. Það var bara í þætti daginn þegar þú vildir heita Ólína Steinunn. Ólína Steinunn, já. Það var reyndar margir. En allavega, í blokkinu þar sem ég ólst upp, þar var Flugfríða sem bjó, þar með dóttur sinni og á dyrabjöllunni stóð, hún hét Elisabeth og dóttir hennar Halldóra. En hún skrifaði það svona upp á útlensku, það stóð þess að Elizabeth með seti og TH og Halldóra með dönsku Ö. Og ég manna mér að þetta afskaplega flott og fannst mitt tilkomi litla nafn vera mjög ómerkilegt og mér fannst einmitt Elisabeth mjög svona eitthvað drottningalegt eða prinsessulegt nafn þegar ég var lítil. Hvað með þig? Áttið þú eitthvað svona? Nei, ég vildi bara, aldrei. Nei. En ég vildi Binni? Alltaf, nei. Geiri Binni? Nei, aldrei. Ég bara vildi vera kallaði báðum nöfnum, Ásgeir Brynjar. Já. Ég veit ekki alveg okkur, en bara til aðgreiningar frá öðrum Ásgeirum. Já. Ég var kallaður Gunnar Smári stundum, af því að það voru 3 Smárar í Vogaskóla. Einn var kallaður Húi Smári, man ekki hvað þriðji ég fekk, en ég var kallaður Gunnar Smári. Já. En þú, María Lilja, áttu þú eitthvað svona draumanafn? Draumanafn, já, mér fannst María Lilja alveg hræðilega væmið og asnalegt, en mér fannst Jónína að vera rosalega flott. Já, ok, já, svona kraftmikið. Já, mér langaði rosalega að heita Jónína.
Svo var dönsku tími og þá varu úthlutað dönsku nöfnum, minnið eftir því, var það ykkur? Jú, já. Ég heit Ilse. Já, það er flott. Ég held ég að það heita Gunther eða eitthvað, sko. Svo stóð maður í bréfaskriftum við veselíksbörn í Danmörku. Og hétu þau þá Steinun? Nei, ég veit það ekki, en allavega vorum við þrautpínt í að skrifa einhverjum dönskum bekk sem voru vinabekkur með. Þá skrifaði maður undir Ilse. Alveg fyrir þetta og sagði frá einhverju þrautleiðilegu. Ég borðaði morgunmat og fór í skólan og svo fór ég að sofa. Það var í látum skiptum nafn. Veistu hvað eru Ilse? Já. En þetta var sem sagt umræðan okkar einstæða foreldra. Nei, en af hverju kölluðu þetta sjálfstæði foreldra? Hvað, er þetta ykkur uppfærsla á því að vera einstæði móðir, að vera kölluð sjálfstæði móðir? Er þetta eitthvað meira cool eða hvað? Já, nei, sko þetta var nú í sumum greinunum var notað einstæðir foreldrar eða einstæða maður. Af því að einstæður sko lýsir ástandinu, að þú ert einn að standa í barnauppeldi. Meðan sjálfstæður er svona eins og þú situr inn einhvern veginn, það sé eitthvað svona meira cool, sko, ég er sjálfstæð móðir. Sjálfstæð móðir með efnahagslegar áskoranir. Eru þeir ekki sjálfstæðar mæður þá í pari? Jú, sko nei, þetta er alveg... Þú ert í mjög vondum málum einstæðar mæður sikkur verður þetta nú? Sko, börnin mín eru uppkomin og eru bæði með maka og hérna. Ég hins vegar sko hef kynnst mörgum svona einstæðum mæðrum, en það var eitthvað held ég slæmt orð á einstæða mæður, eitthvað svona frá dögum kvennalista. Það er alltaf í pólitíkinni búið að vera svona aldraðar og öryrkjar, það er svona allir pólitískir flokkar með aldraðar og öryrkja, en eiginlega engin flokkur hefur verið að tala einstæða mæður og það varð eitthvað neikvætt held ég tengt við það og svo er náttúrulega þrennt í lýsu. Það er annars vegar síðan eru náttúrulega feður, þannig að þá var verið að segja foreldrar, einstæði foreldrar og svo var þetta. Ég veit ekki hvaðan það komin, en einhvern veginn komandi til okkar með að grúperingi væri betri að tala það sem sjálfstæði, af því að sum líka núna ákveða eignast börn jafnvel bara ein. Þannig að ein kallaði sig sólómamma. Þetta ætti eiginlega að heita ósjálfstæði foreldra vegna þess að sko, fólk sem er eitt alveg börn er náttúrulega býrðu gríðarlítið ósjálfstæði vegna þess að það er mjög erfitt að vera einstæði móðir í íslensku samfélagi eða einstæður faðir. Og það er það sem þetta ósjálfstæði foreldra er verið að reyna að sína fram á hana og Auður Jón sem er nú eiginlega svona bakvið þess að ég bara aðstoða aðeins og svo hann er í rosa stuði sem blaðamaður, Auður. Já. Og hérna skáldin náttúrulega koma, eða listafólk sem kemur yfir í önnur störf held ég svolítið góð innspýting í svona almenna Jón Gnarr borgarstjóri. Já, mér finnst bara orðfærið aftengja okkur sko raunveruleikann. Og mér finnst það reitt að einhver manneskja sjálf ákveða að kalla sig eitthvað en að breyta eitthvað svona hérna einhverja merkingu. Mér er þetta ekkert endilega tamt en sko og það er í sumum greinum að tala einstæðar mæður og að því að þetta er náttúrulega stærstum hlut á það en síðan tekur Auður viðtöl og reyndar held Steindur líka 2-3 sko við. Það er svona 4 konur, mæður, sem að búa einar með börnunum sínum. Ég held að séu með 13 háskólagráður, eða þú veist, margar eru með 2 masterspróf og enginn þeirra nær endum saman með sko launum fyrir meira en fulla vinnu og þannig að þetta er svona eiginlega veruleiki sem að ég held að enginn hafi einhvern veginn viljað koma fram með, þú veist, þú vilt ekki vera fyrst að stíga fram fyrir skjöldu í þessu. Kannanir vörðu hafa núna það síðustu ár sýnt fram á það einmitt að það eru einstæði foreldrar einstæða mæður sem koma einstaklega illa út og það er náttúrulega vegna þess að þú ert einstætt foreldri og velferðarkerfið sem ætti þá að kompensata fyrir það að það eru bara einar tekjur til þess að reka heilt heimili gerir það ekki nema að mjög takmörkuðu leyti og þegar það er verið að breyta svona nöfn á einhverju þá getur það gerst, ég er ekkert að segja að það gerst hér og ég er ekki einstæð móðir þannig að ég náttúrulega hef svo sem ekkert það að segja hvað fólk vill kalla sig þar en þetta er mjög svona nýfrjálshyggjulegt sko að svissa nafn til þess mögulega svona að breyta stemningunni en materialíski raunveruleikinn
hann breytist ekki sko og það hann sem vandamálið en ekki nafni. Markmiðið held ég þarna nú bara að taka þetta upp á borðið og fá það í umræðinu og kannski festast ekki í umræðinu þá labelin. Nei, en ég held að við verðum að berjast fyrir því aftur að einstæðir foreldrar fá til dæmis forgang í leikskólum og svona eins og var nú einhvern tímann. Það er það held ég ennþá ekki. Nei, það er það ekki lengur. Nei. En þetta er líka birtingamynd á svona hvernig sko velferðarkerfið hefur þetta gerist bara hér á landi því þú veist það er verðtryggð lán en ekki verðtryggð öll tekjuviðmið og öll tilfærslan þannig að það bara verða alltaf sko eftir því sem laun hækka yfir nokkur ár þú veist að þá verða bara færri og færri eftir sem fá barnabætur eða vaxtabætur eða svona og þegar mörkin ekki færð að þá bara allt í einu þessi neðsti partur þú veist að hann sko hefur ekki heldur ýmist rödd sko nema eins og þið gerir náttúrulega eflingu með neðsta partinn í launastiganum en þarna erum við að tala fólk af allskyns menntun en sem bara íslensk efnahagskerfi þannig að þú verður að hafa 2 tekjur til að reka heimili. Og hvað, menntun bara einskis virði? Bara lífið ekkert betra að þú támentaður? Já, það ekki út kona, sko. Það önnur síðan umræða, því það náttúrulega búið að fjármálavæða það kerfi. Þannig að þar sko bara hagur háskólakerfisins að dæla fleirum í gegn og ég held að þurfa að segja það upp átt núna að það sé bara gömul mýta ef þú kemur börnunum til náms að þá býði þeim björt framtíð að því núna bara sko á svona 25 árum ég fór yfir þessar tölur þegar ég var skrifstofustjóri aldamótin þá varum við langt á eftir öðrum OECD-löndum í stórt hlutfall með mastersgráðu en síðan var bara dælt peningum í þetta og það dælt ennþá peningum í þetta að og allir að taka masterspróf jafnvel með vinnu þannig að allir að auka einhvern veginn álagi á sig en svo skilar það ekkert endilega tekjum og síðan sko vill kerfið að því að hann nú svona umræða menntakerfið sem mallandi einhvers staðar bak við þessi skýrsla. Það með þessi skýrsla sem var raunin af manni sem hafði ekki menntun til en það fekk nú samt sem að það 1 milljón krónur á mánuði í... Efnilegur strákur? Ekkert að honum, ekkert út á hann að setja. Síðhærður og svona... Já, ég bara virkilega... Ég að segja, ef þú skoðar samt skýrslu kjörtölfræðinefndar þá kemur náttúrulega samt í ljós þar að það greiðlega mikill munur á launum grunnskólamenntaðra kvenna og háskólamenntaðra kvenna og hann getur verið ég er ekki búin að skoða nýjustu skýrsluna en þar á undan þá minni mig að hann hafi verið hátt í 400.000 á mánuði á milli þá verkakvennana í ASÍ-félögunum sem margar hverjir þá með grunnskólapróf og sumar auðvitað með meira og sérstaklega okkar affluttfélagar sem eru oft með háskólamenntunar vinna í þessum störfum og svo BHM-konunum með minnir það hafi verið það bil 400.000 krónur en ég ætla samt ekki að fullyrða það hér þannig að það er rosalega mikill munur þannig að það er ekki hægt að segja að þú menntun muni ekki skila þér efnahagslegum ávinningi en svo ferða þetta bara eftir því þá hvar ferðu að vinna og við vitum auðvitað að það er mjög mikið háskólamenntuðu fólki á Íslandi bæði körlum og konum sem fara í svona harkvinnu þú ert að vinna smá hér, þú ert að vinna smá þar þú vinnur þér ekki inn til dæmis launað sumarfrí eða launað þú veist jólafrí, þú ert ekki ávinna góðu lífeyrisréttindi og svo framvegis og þú getur ég þekki þetta bara mjög vel úr mínu eigin heimilislífi með manninn minn sem er háskólamenntaður og koma periódur þar sem hann er að vinna mjög mikið og hefur ágætt tekjur og svo inn á milli þá detta niður tekjurnar og það er þetta líka sem býr til svo rosalega mikið vandamál að þú ætlar að reka heimili á sæmilegum stað þá þarfst náttúrulega að hafa bara steady income allt árið kring öll árin og það hefur engin efni á því að hrynja niður mögulega mörgundur þúsund krónur á mánuð og það gerst aftur þannig að það er vandinn og það er svo þú varst eflaust líka að tala og þekkir mögulega best hér með háskólakerfi að það er bara verið að mennta fólk bara allir eiga að koma í háskóla og með því ertu einhvern veginn búin að sanna
svona virði þitt fyrir samfélagið, en hvar ætlar þú svo að fara að vinna? Mjög fáir sem að til dæmis fá vinnu sem fræðimenn í háskólum. Engin eftirspurn eftir þér. Nei, og þú veist, háskólarnir svo einhvern veginn að reka sig með öðrum hætti en þeir gerðu áður og hvar á allt þetta háskólamenntaða fólk að fara að vinna. Þeir sem eru heppnir geta farið að vinna hjá ríkisstofnunum og komist þar í góða, steddi vinnu með gott veikindaleyfi, með gott orlof, með styttingu vinnuvikunar, með góð laun og svo framvegis, ekki að segja þeim upp og svo framvegis, en það eru augljóslega ekkert allir að fara að vinna þar. Nei. Og þannig þú veist, ég ætla ekki að fara að gera bóldu og það var alveg þörf á að hækka laun opinberra starfsmanna, líka háskólamenntaða eftir hrun og svona, en núna eru þeir farin að vera launaleiðandi og einkamarkaðurinn jafnvel kvartar yfir því. Þú veist, Vegagerðin borgar verkfræðingi hærra en einhver verkfræðistofa en punkturinn minn og aðalega með menntakerfið sko að núna erum við komin bara í heimsmet í 2-földum mastersgráðum, þú veist, af því að peningastýringin á kerfinu að skólarnir, allir þessir háskólar sem við erum með, sem ekki einu svona hægt að sameina, þessar 2 út á landi sem að kenna í skíinu, út af einhverjum hreppapólitík eða ég veit ekki hverju, að það bara hvatinn alltaf, framleiða meiri gegn. En samt í kjarabaráttu háskólamanna núna þessi að það hafi orðið svo mikil kaupmáttarrýrnun eða engin kaupmáttarvöxtur hvað frá 2014 hjá háskólamenntuðu fólki og allir fólk svona þetta að jafna laun á milli markaða, alls svona í staðis virði kvenna, já ég meina ok, ég veit nú semst ekki hvernig það fór, þannig að það einhvern veginn ekkert sagt frá því opinberlega en það var eitthvað gert í því núna. En í stað þess einmitt að einbeita sér því að, ég veit það ekki, fella niður námslán eða minnka greiðslurnar af þeim og svo auðvitað bara fókusera á það fyrst að við ætlum að vera háskólamennta svona ótrúlega mikið af fólki að búa til samfélag sem að getur þá nýtt sér menntun alls þessar fólks til þess að gera samfélagi betra. Það hlýtur að vera markmiðið með að vera með svona marga háskólamennta. Það getur ekki verið að það sé bara eitthvað svona prívat mál manneskjuna sem hafa svo ótrúlega mikinn áhuga á því að þú lesa fleiri bækur eða fá fleiri gráður. Menntakerfi fyrir alla var náttúrulega sett á laggirnar til þess að búa til betra samfélag fyrir alla og við eigum þá auðvitað að nýta þetta fólk og ekki láta að þessar konur, þessar einstæðu mæður með allar þessar háskólagráður þurfa einhvern veginn að berjast í bökkum, þá augljóslega eitthvað að. Já, og það kerfisvandinn held ég sem og þú veist, það Það var ekki bara að vera að gabba konurnar. Já, þeir eru með lægri laun og svona. Þeir eru bara menntugustelpur og svo fóru þeir og mentuðu sig og þá kom þær út úr skólanum og þau segja við ætlum aldrei að borga. Það var kannski svolítið orðað. Ég man alveg eftir þessu sko að þú veist að það var mikilvægi þess að sækja sér menntun og það var eitthvað að þér. Það er ekki að kerfinu, það er ekki ójafnrétti hérna. Já, eða bara þú veist, það er bara erfiðara einhvern veginn að verða að konu og halda heimili sem kona og þannig að bara til þess að tryggja því þá voru að sækja menntun. En svo virðist það bara ekkert vera rétt. Þá kemur í ljós að það var aldrei málið sko. Vandamáli var að þú ert kona sko. Það er samt betra að vera háskólamenntuð kona á Íslandi. Grunnskólamenntuð og það er bara efnahagsleg staðreynd sem hægt er að lesa. Það er þó ekki betra heldur en að vera ómenntaður karl. Það er þó ekki betra heldur en að vera ómenntaður karl. Hvað er ekki betra? Að vera menntuð kona. Þú nærði ekki að vega það upp. Nei, en síðan, sko, það er svolítið af svona þverstæðum í þessu. En þá náttúrulega getur komið með á móti að þessast ómenntuðu kallarnir þeir eru náttúrulega að vinna miklu lengri vinnudag en allir aðrir, SGS-kallar og eflingakallar, vinna lengri vinnudag en allir aðrir á Íslandi. Allir. Já. Og ástæðan fyrir því að þeir ná kannski eins og eflingakallarnir, Halldór Benjamín reyndi nú eitthvað þau sem þetta þegar voru með verkfallunum 2023 að þetta var alltaf einhverja hálaunakallar að þeir voru kannski ná 900.000 krónum á mánuði en þeir voru að vinna alltaf. Alltaf. 16-17 klukkutíma dag. Og þess vegna gátu þeir ná þessum launum. Það var ekki af því að þeir fengju endilega svo vel borgað, heldur af því að þeir voru bara konstantli í vinnunni. Og þarna kemur Halldór Benjamín hefur unnið alveg rosa mikið því hann var á hærri launum en þeir. Háskólamenntaðir kallar eru með 127% hærri tímakaup heldur en grunnskólamenntaðar konur. Þannig að það er alveg saman hvað þú horfir í íslensku efnahagskerfi. Alveg sama, þú ert alltaf að fara að finna einhvern ógeðslega viðbjóðslegan óréttlátan mun sem að gerir líf sumra ógeðslega gott og líf annarra ömurlegt. Og það eru alveg sammála held ég og þar er kerfis, ef maður reynir að greina kerfið á þess að við ætlum að taka allan sumarþáttinn í efnahags- og kjaramál, ég veit það ekki, en sko það er tveir punktar hana. Eitt er sko þegar við fórum að háskólamennta alla, kalla og konur reyndar en meira náttúrulega konur, 70% konur. Og nú búið að fella niður skólagjöld líka. Og enn fleiri koma, en sko
að það sem gerist samhliða að þá fórum við bara að flytja inn ómennta vinnuafl. Það eru 20% inn af hérna. Sem nú ekki alltaf ómennta, sko. Nei. En við notum alltaf ekki sem mennta vinnuafl. Ég meina, einmitt. Læknirinn frá Rúmeníu sem dóttir mín var að vinna með á Landakoti sem sjúkraliði, sko. Það er bara að því að hann fær ekki vottað rúmenska prófið sitt. Nei, ég þekki nú nokkra svoleiðis frá Gaza sem að nokkra lækna sem að starfa við bara á bráðadeildinu Gaza og Al-Shifa spítalanum sem reyndar ekki til lengur, röntgenlæknir, svæfingalæknir og þeir eru með dvalarleyfi á Íslandi en fá ekki viðurkenndar þessar gráður sínar. Þannig að þeir eru að vinna í annar þeirra í byggingavinnu, hinn er að vinna í eldhúsi En við hins vegar mentum næstu helmingina íslensku læknum út í Slóveníu eða Slóvakíu. Nú orðið, já. En það er vottað, en ekki Rúmenía eða Gaza. En sko, hitt það er, önnur þverstæði þessu síðan, að sko jafnlaunavottun sem búið að koma hjá ríkinu, að þar kemur samt í alþjóðlegum samanburði, að þá er munurinn á milli launum karla og kvenna á Íslandi í sambærilegum störfum, einna minnstur í alþjóðlegum samanburði. Áhugavert, flott, vel gert. Síðan allt í einu kemur legur út af kvennadeildinu upp á Lansa að kvenlæknarnir sem voru ránir inn á lægri launum en karlæknarnir sem voru ránir síðar, þó að Landsspítalinn sé með jafnlaunavottun. En hvernig var það hægt? Já, bara þeir voru saman í golfi strákanir, gíska já. Jafnlaunavottun á að koma í veg fyrir það er bara kerfi og svo púslar bara fólk inn í kerfi. En ekki, til dæmis, ekkert svo mikill munur á milli kjara láglauna kalla og láglauna kvenna, ekki eins og var þegar ég var að fara út á vinnumarkaðina, þá var ennþá munur, sko. Það er munur. En hann er ekki svona neitt afgerandi, það er bara eitthvað smá. Það er vinna bara kalla bara meira. Við erum náttúrulega borgun í lálunarstörfum með horfið. Ríflega helmingur eflingafólks er á töxtum, sko. Og svo eru náttúrulega einhverju sem eru á markaðslaunum svokölluðum, þar sem þú ert ekki á töxtum, þú ert yfirborgar og þá er það einhverju svona auka greiðslur. Heldur það ekki minna það núna heldur það var áður? Hvað? Að það er hækkuð við í launin til þess að halda þér? Já, eins og ég segi, það er svona ríflega helmingur á töxtum. Þú mátt bara fara til fjandans og ég ræði þá bara eitthvað nýjan. Það er náttúrulega mjög mikið turnover, en það er samt, það er yfirborganir og það eru svokölluð markaðslaun í gangi sem eru þá fyrir ofan taxtana. Það eru náttúrulega ymsar leiðir notaðar til þess og það eru oft mjög svona ógagnsæjar og ósangjarnar leiðir notaðar til þess að hífa laun upp, hverju svona bónusar, mætingabónusar og svo framvegis. Þú þarft þá að uppfylla viss skilyrði til þess að geta fengið hann, en það er munur á milli kalla og kvenna launana, en við höfum náttúrulega náð með miklum árangri á síðustu árum að hækka laun opinberu eflingar kvennana mjög mikið og samkvæmt aftur skýrslum kjaratölfræðinefndar þá sést að í kjaralótinu 2019-2023 þá til dæmis hækkuðu engir meira heldur en eflingar fólkið hjá borginni og það var auðvitað mjög tímabært að taka til þar þannig að taxtarnir hafa hækkað mikið hjá opinbera fólkinu en svo bara hækkar allt annað en það og meira. En að því ég er langengstur hérna, þá man ég eftir baráttu einstæðra foreldra sem var bara byrjuð þegar ég var bara 9 ára eða eitthvað. Það verið stofnað félagið og svona stelpur á mínum aldri sem að sumar urðu mæður, ungar, voru einstæða mæður og ég man eftir bara baráttu stjórnmálaflokka að bæta kjör þeirra. Ég man þegar ég var ungur blaðamaður að þá reiknaði ég samanburð á bara ungu pari með börn og einstæðum foreldrum og var eiginlega komin á það að kannski væri búið að fylla hóluna. Kannski væri bara komið kúfur ofan á það því að það var meðal annars út af takmörkuð aðgengi að leikskólum og eitthvað fleira. Og þetta var kannski 8, 10, 5, 6, 7 eitthvað svoleiðis. Þannig að þá fannst mér baráttan vera bara mjög áberandi og mjög viðurkennd komin inn í flesta stjórnmálaflokka. Það sem kemur svolítið óvart að staða einstæða foreldra er þannig í dag að þau þurfi bara að breyta nafna því að þetta hljómar sem eitthvað niðrandi og þessi svo veikstæður hópur að við getum ekki barist undir nafni einstæðra foreldra. Kannski er þetta svokölluð bakslög, kannski erum við bara að missa alla mannréttinda bara í skolpið. Sko. Já, ég held að þetta sé að koma bara upp á yfirborðið. Þetta hefur verið þannig og svo er þetta smám saman að verða verra og fólk reynir og þú veist
verður ekki að þurfa að kvarta og þú veist það sé kannski einmitt punkturinn að fólk kvartar ekki og það er svo skammarlegt að vera fátækur. Skömm yfir því að vera illa stattur og berjast í bökkum og það okkur er selt svona ákveðin glansmynd, ég veit að þú veist eins og með bara í gegnum samskiptamiðla og fjölmiðla og það er fólk á að hafa það ákveðið gott og það er fara allar í 2-3 frí eitthvað og þú veist á ári ef það á ekki við þig þá er eitthvað að þér. Já, þá er eitthvað að þér og fyrst að þú getur ekki speklað þig í þessum veruleika þá kannski svona heldur þið tilbaka. Ég held að við séum bara komin í svona einhverju ímyndagrísu. Í svona lokuðum grúppum inn á Facebook, svona mæðragrúppum og kvennagrúppum og svona, þá sér maður mjög skýra mynd af þessu ástandi. Hvað bara lífsbaráttan er hörð og erfið og einhvern daginn þá sá ég að voru ungar mæður að tala saman það var einhver svona taupleigutíska núna í gangi og hún er svo rosalega, það er svo dýrt þessar taupleigur og það er einhver ákveðin merki sem þeir eru allar að reyna að nota og þetta er bara áþján vegna þess að þetta er bara ekki fyrir venjulegt fólk að standa í því að vera með svona rekstur og bjarga heiminum og jörðinni í heiminni sem að geta ekki tekið 80.000 króna aukakostnað á mánuði af því að það setur þær einfallega á hliðina. Já, og þú veist, og ég stilti mig langaði rosalega að segja að stelpur mínar, þú veist, bara kaupiði ódýrustu bleiurnar, þetta eru bara nokkur ár og þú veist, ekki svitna yfir þessu vegna þess að þarna er einhvern veginn svona álagið við það að vera að gera rétt, vera umhverfisvæn, einhvern veginn, þetta var bara, mér finnst þetta skelfilegt, það voru bara í ángist yfir þessu, sko. Og svo kom þannig sko fram í þessu líka áhuga, margt sem mér fannst mjög áhugavert að það var sko íþróttamótin, það er svo rosa dýrt, svo heitaði náttúrulega eftir einhverjum félögum sem styrkja þetta, en það er bara sko, það er eiginlega auka frí og þú þarft helst að eiga felli í sig og geta farið á hótel. Já, það er rosa kúltúr í kringum þessi íþróttamót. Mín stelpa var í Englandi á þú veist, þessi ár. Þannig að ég ætla að segja blessunarlega misti af þessum kúltúr, en ég sé það í mörgum af mínum vinum að það eru heilu helgarnar, heilu vikurnar, jafnvel undirlagðar í þessum íþróttamótum. Það er náttúrulega engin svona almennilegur counterkúltúr til lengur. Það er ekki lengur þannig að þú sett ekki íþróttum af því að þú veist bara íþróttur umlegar og hallastur og íþróttufólk glata. Það er ekki lengur. Nú er bara allir íþróttamenn, allir af áhuga á íþróttum, allir af áhuga á fótbolta, allir bættir íþróttum. Nei. Ég er alveg samanlega, ég held að það vantar það bara counterkúltúr. svona ekkert mál, þú veist, það var bara counterkúltúr, það er engin counterkúltúr lengur. Það er búið að taka allt og svona einsleitt. Já, og það er bara búið að monetæsa allt, commodifya allt. Seimnesið að leggjast yfir heiminn. Og þú veist, þannig að þú getur kannski litið út fyrir að vera svo counterkúltúral, en þú ert samt bara sjúklega upptekinn af því að konformera og vera konformisti og svo ertu með sjúkan kvíða yfir því að vera ekki að konformera nógu rosalega mikið. Þannig að þú veist, það myndi nú alveg hjálpa líka þessum konum sem þú ert að tala að þú veist, fara kannski bara aftur tilbaka einhverja marga áratugi og fara bara í einhverja svona annar bylgju feminisma og fara bara uppgöta, þú veist, að þær mega bara actually vera bara einstakar, sjálfstæðar, þú veist, bara gera það sem þeim sýnist. Gera bara eitthvað annað með börnunum sínum. Og ekki að vera rembast við að kosta helgarferð til Akureyrar og gista á hóteli og kaupa íþróttagalana og allt þetta. En áður en íþróttingen kom. Þetta segja nei. Þú veist, ég hef verið blönk með börn, ég bjó líka úti og blessunlega slappi mjög margt. Og var með börnum mín í, þú veist, public skóla sem var rosalega góður, þannig að við nutum mjög góðslíf og komum svo hérna heim og maður datt inn í þetta. Og ég var blönk og þú veist, maður var alltaf að reyna að láta hlutina ganga því maður vill auðvitað alltaf segja já við börnin og maður vill ekki að börnin þurfa að þola það. En þú veist, það er líka mikilvægt að útskýra fyrir sjálfum sér og fyrir börnunum sínum, þú veist, að einhver svona hræðilega helsjúkur materialismi er bara ofsalega slæmur og þú getur alveg fest í einhverjum hræðilegum materialisma sem er supposedly að vera umhverfisvænn en er á endanum ekkert annað en eitthvað svona virtue-signal. En einar svipurnar. Ég ætlaði að segja að því ég er svo gamall að ég kom mann eftir tímanum fyrir nýfrjálshyggju og þá var sungið fyrir jólin hann er svo blankur auminginn hann pabbi að ekki gat hann gefið mömmu kjól svo andvar bara hann upp frá búðalabbi
Það svo dýrt að halda þessi jól. En Svo kom vísakortið. Þú varst að tala það var ekki til vísakortið. Þú varst að tala sko helvítis fótboltamótin. En það ekki svona söngur þau. Svo kemur helvítis ólísmótið. Ég man þegar vísakortið komu, því að ég, með foreldrar mínir, ógeðslega mikið, voru alltaf ógeðslega blöng og áttu alltaf mikið af börnum og mikið af skuldum og ble. En þú veist, þau líka, kendu mér þegar maður á peningum, bara eiga sem allra fyrst og hafa gaman. Mér finnst það mjög gott, ég verður mjög þakklátt fyrir það. Þau voru alltaf ógeðslega blöng og mammi var alltaf að gúmma, alltaf gúmmítjekkar og alltaf verið að framlengja víxla og eitthvað og ég man mjög eftir því að hafa beðið mig eitthvað að hún að segja, nei, Sólmi, ég á ekki peningi, það getur ekki bara gúmmað, en ég man nefnilega þegar vísakortið kom. Þá einmitt breyttist heimurinn. Þá var bara miklu meira hægt að kaupa hlut og það var ekki til neitt peningur. Einmitt, velkomin í skuldasúpuna. Akkurat, og þá þurfti maður bara, þá þurfti fólk bara að hugsa hvernig kemur nýtt kortatímabil og þá allt í einu breyttist öll tilverun og hætti að vera sko fyrsti til næstu mánaðamóta og fór bara að vera kortatímabil til kortatímabils. Svo með raðgreiðslur, oh my god, og það getur haldið jól, eins og ógeðslega rík og svo borgar þau bara fram að næstu jólum. Þannig En sko ég held að við séum oft sko, ég nefnilega oft líka verið blönk og þurft að segja nei við börnin mín og svona kviðið því að segja nei en þau taka því bara oft bara mjög vel sko bara, nú, ok og þetta miklu minna mál fyrir þau ef að við dramatíserum þetta ekki svona. Það sé að mér það, já. Og eins og leiðild, get ekki, nei, þetta er ekki hægt núna, ok, þú veist, next thing sko. Ég lærði eina setningu einu sinni, ekki biðja mig neitt sem ég þarf að segja nei við. Bara þól ekki að heyrða það. Nei, þetta ekki, já. En sko, ég held að við erum 3 hérna búin að, ég og líka minn börn upp í Skandinavíu og þar voru svona fótboltamót, en þar var bara rúta og einhverju foreldrar með eitthvað kósí bara. Þú veist, jú, og svo ef þú komast eitthvað lengra, en sko punkturinn held ég hér vissulega þá að það verða einhver, að því við erum svo lítið samfélag, það verður einhver svona trendar sem allir þurfa einhvern veginn að fylgja. Það er ekki að segja að vera betra þegar ég var í 1 ár í handbolta og það voru einhver svona túneringar og einhverja rútur og bara síðan voru allir að drekka. Þú veist, en það er hægt að gera sko eitthvað á milli eins og ég skal ekki bara setja börnin ein í rútu og allir fara fyllir í á mótinu versus að allir þurfa að fara á eitthvað oljufélagsmót með fellísi og... Finnst fólki ekki gaman og það svona að gera það? Ég held að það sé nefnilega svolítið málið, sko, og þú veist, og núna heyri það svona á mínum vinum að það er rosa mikill félagsskapur í þessu. Og þau eru ekkert síður ánægð með fótboltamótin heldur börnin vegna þess að þau hitta þar aðra foreldra, en þar eru við einmitt. En þar eru við, þú veist, og það er kannski annað svona sem að ég auðvitað lærði í Englandi, en það er þetta félagslega aspekta að því að eiga börn, maður blandar svo mikið geði við foreldra annara barna í kringu skólastarfið. Þú veist, það eru fundir eftir skóla, þar sem að foreldrarnir koma og fara yfir starfið, af því að maður náttúrulega má aldrei fara inn í skólan, bara svona alla jafna, maður þarf að fá boð. Og svo eru það hérna pöbbamenningin náttúrulega í Englandi sem er þannig að það bara hittast allir á hverfispöbbnum eftir skóla með börnin og hérna þar eru spil og það liggja döðdrykkin, það náðu þeim niður eftir daginn. Nei, en það er, þú veist, það er alltaf bara, þú veist, það er eitthvað svona menningarafkimi, ég menna það er, og pöbbamenningin er svona, þetta er svo félagsmiðstöðar, það er ekkert endilega allir í glasi, það er líka að hægt að fá sér kaffi á pöbbnum, kannski fæstir sem að velja það, en þar er þetta, krakkarnir er alltaf með og svona working class Bretar eru rosalega duglegir við það að taka börnin með. En er það ekki eitthvað sem er breyst, sko, ég maður þegar fyrst ég fór til Englands að þá stóð bara að börn væru bara óæskilega, ekki hundar og ekki börn. Meðast vera mjög áberandi að englendingarnir vilji ekki hafa börnin með, sko. Það var ekki mín reynsla, sko. Já, ég held að það var nú allstaðar skánað. Nú eru börn meira svona, þóttu að mynda að sína hvað þú sért ógeðslega góð og frábær og alltaf með börnin með þér. Já, börnin er svolítið með, sko. En það er líka bara þannig að það er engar, þú veist, fólk hefur kannski... Það sem reyna að lifa lífi sínu í gegnum börnin. Mikið álag fyrir... Já, og svo er líka bara, það er ekki þessi barnagæslumenning og fólk hefur kannski ekkert endilega ráð á því að vera með barnfóstrur eða einhverja eftirskóla úrræði eða svoleiðis og þar af leiðandi
tekur það bara börnin með sér. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja. Mér hefur aldrei dreymt það að vera á íþróttamóti á Akureyri og kynnast öðrum foreldrum. Ég bara kannski eitthvað skrítin en sem heiti, sko, bara ekkert í mig sem að langar til að gera það og ég eiginlega mjög fólk gerir þetta stundum að það vil kynnast einhverjum, að fá lána barn og fara á íþróttamót og kynnast foreldrum. Já, ég hef kannski bara en hins vegar hefur svona minn tvisvar ætlað að byrja í fótbolta og honum hefur tekist að narra annars vegar frænda sinn og hins vegar kunningi minn sem gefa sér takkaskó. Og ég meina takkaskór og dreng kosta 60.000 krónur. Þetta eru bara 60.000. Já, og nú ég akkurat með 2 slík pör heima sem enginn notar, þannig að ég bara kenni á framfæri ef einhver vantar takkaskó, þá bara leita til mín. Þetta er brjálæðið. Ég keypti með skóinn daginn, ég held að það kostaði 7.900 með þetta dýrt. Það var á útsölu. Það var útsölu og í hvaða verslun? Þessi verslun er ekki til sem selur skó og 7.900. Ég verið í skóm sem er í tísku, það verið bara, það verið tískuslys. Já, það verið tískuslys. En hvar finnst þú svona útýra skó? Það heitir hérna í Kópavoginum, hérna hinum megin við hérna Smáralind. Toppskórinn, eitthvað. Já, það var eitthvað svona risastór, svona íþrótt. Það með kostunar. Nei, því miður ekki. Við verðum með þetta að gera það til þess að gera þessa stöð svolítið öflugri. En nei, alls ekki. En þetta er hérna, ég held að ef við fengið í einn punkt annar að fækkun barneigna er náttúrulega því að það er svo dýrt. Já. Að eiga börn. Það er það, að sjálfsögðu. Ég á 2 börn. Ég ætlaði að eignast 4 börn. Mér finnst gaman að vera með börnum og það var mikið af börnum þegar ég, þú veist, þannig kemur svona fjölskylda sem fólk eignast börn. Var barnaheimili, einmitt var svokallað fóstra á svokallað barnaheimili. En ég þurfti bara að taka ákvörðun það, þú veist, ef ég ætla að halda áfram að eignast börn, þá þýðir það bara að þessi 2 börn sem ég elska mjög mikið og einmitt vil gera allt sem ég get fyrir, þurfa þá bara að sætta sig við að fá bara minna og minna og þú veist, blankheitin sem ég er að upplifa, það verður þá bara meiri og meiri og ég tók bara upp lista, mjög erfiða og þú veist, ég var oft alveg bitur, sko, að þú veist, 2 væru bara fínt og frábært og það þætti nú enginn að væli við því að eiga 2 góð börn. Og það væri bara efnahagsleg velsæld heimilisins. Það væri hámörkuð með því. Hún væri bara hámörkuð með því og þannig að Ákváð skynsum. Ég er bara öll mín börn í frjálsu. Þú ert bara kynslu. Ég held að börni sem að fæddust af okkar kynslóð, það var enginn að hugsa það. Ég held að ég hef verið alin upp með þá hugmynd að við ættu framtíðina. Já, ég meina sko, ég á þessi 2 börn mín mjög ung, ég var ekkert að pæla þá, en svo bara, þú veist, kem ég heim inn í hrunið og bara fatta bara að, þú veist, efnahagslega veruleiki sem ég býi, hann er bara það óöruggur og að, þú veist, ég er bara það líkleg til þess að verða illa úti af excessum kapitalismans og ruglinu að það er bara betra og skynsamlegra. Það er ekki að ég hafi verið eitthvað svona, þú veist, eitthvað göfug. Þetta var bara svona, ef þú átt bara 1000 kall, þá er betra að skiptunum á milli 2 barna heldur en 4. Það er svo ákveð, ég held að sko, og fyrir sjálfum mig, ég á 1 barn og hérna, það var, þú veist, kannski á einhverju tímpúti langaði fleiri, en það er eitthvað svona ákveðin heimsendakvíði sem að ég líka halda mig frá því. Það er eitthvað svona við. Ó, ég elska þegar við förum að tala um heimsenda. Það er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað svona, vil ég gera barnið að fæðast inn í verölduna í svona... Ef þú vilt tortíma heiminum, ekki eignast börn. Eina sem getur bjargað heiminum eru börn. Þannig að þessi niðurstaða vil ekki eignast börn að því heimurinn að farast er algjörlega geðveik afstaða. En tölurnar... Akkur ertu tilbúin til að gera einu barnið en ekki Já, einu? Akkur svona vond við einu barnið? Sorry að ég tek tölurnar eru alveg skeri að sem sagt efsti tekju 15, 20% versus lægsti, Eflingar eða þannig, að það er sko 500% mun. Ein kona í Garðabænum eða Vesturbænum á 5 börn á móti hverri Eflingarkonu sem á 1 barn. Það er að segja og þá Garðabæjarheimilin og Seltjarnarnes og Vesturbæjar sem þetta er stórkostleg samfélagsbreyting á örskumum tíma. Sýnir náttúrulega þessi nýfrjálshyggja bara svívirðilegasta bylting sem hefur komið. Já, og svo þegar fólk kallar þetta stöðuleika. Nei, og svo eru þú veist helstu árangrarnir sem nást í þessu sambýli VG og Sjálfstæðis að það er aftur farið að borga tannlækningar fyrir börn sem var eins og þegar ég var og ég alveg bara býtu hvenær var hægt. En var það ekki byrjað áður? Já, það var tannlæknastofa í Vogaskóla. Nei, var það ekki byrjað ekki á því að eftir hrun að fara inkorporera
Nei, kannski ekki. Nei, en sko, Kannski gerst það ekki punkturinn fyrir 2018. meirinn helmingur einstöðu maðurana, hvað þið vilja kalla það, hafa frestið að fara til tannlæknis. Þetta er efnahagslega bara mjög slæmt, því það verður verri, þú veist, þetta er eins og að fresta að laga þakið, það verður Ok, dýra. ég er fá að vita, hvenær gerðist það að augun og tennur voru ekki lengur hluti að eðlilegri heilbrigðisþjónustu? Hvaða rugl er þetta? En sko, spurningin er, þú veist, það kemur hérna eitthvað svona tímabil þar sem allt í einu það verður viðurkennt að líkamar verkafólks og líkamar efristéttarinnar sé einhvern veginn jafn mikils virði og að verkafólk megi fara til læknis og það sé ekki eitthvað svona. En þetta er bara ótrúlega stuttur tími í mannkynssögunni og það sem mun náttúrulega gerast og er að gerast með einkavæðingu heilbrigðiskerfisins er að bara fleiri bútar af okkur verða eins og tennurnar og augun, þú veist, mjaðmirnar og hnén og legið og brjóstinn og ég meina, ég þekki mann sem er núna fullari maður sem er einhver svona mjaðmavandamálum og hann bara hafði ekki neitt annað að ræða heldur en að fara þarna til í klinikki eða eitthvað sem þetta heitir og þar borgar hann þá 1,3 eða eitthvað en það er betra fyrir hann heldur en að bíða sárþjáður og ekki geta þannig að það er það sem er að gerast, það er bara verið að búta okkur svona niður, taka fleiri og fleiri parta af líkamanum okkar og sitja inn í þetta kerfi þannig að á endanum eða mjög fljótlega og mögulega er það bara þegar það er að gerast. Það er alltaf lógíkin í þessu, þannig að ef ég fæ konu til þess að skúra höllina mína í Garðabænum, að þá er mér alveg sama hvort þú sem er heila tennur eða ekki, en ég er betra að hún sjáu betur. Nei, en ég meina auglækningar eru líka, fólk þarf að borga fyrir ég segi það er vantar lógíkin í það. Já, það vantar algjörlega lógíkinni og það er held ég bara einhver 2 stór fyrirtæki í heiminum sem hafa sko einkaleyfi á sjónglerjum sko. Þannig að já, þetta er alveg galið sko. Okay. Spennandi, en svo náttúrulega bráðanfæri sem er bara róbot til þess að gera það. Sko mér virðist til dæmis þegar við setjum þetta við borð að við erum öll með augu og tennur og eyru og þetta ætti auðvitað allt saman að vera hluti af þetta ætti auðvitað að vera allt hluti af heilbrigðisþjónustu, ekki satt. Engin spurning. En ætlum við ekki að tala bæta rakstur? Ég er sammála, mér finnst að hárið er líka verið inn. Já, en býtum þú hárgreiðslu fólk verið það hárdóktarar? Hárdóktarar, já, það getur nú bjarga mörgum. Já. Fá það inn í kjarasamninga. Já, það kemur næst. Heyrðu, en þú ert búin að vera svo mikið út á landi, þú sagði mér alveg að nýði svona hárþerapíu sem já, þú svona fegrunar aðgerð. Já, Sólveig Anna í fyrsta skipti ætlar að tala um fegrunaráð náttúrunnar. Ég var út á landi og það var heitt og ég var að labba rosa mikið og svo allt í henni Hvar hugsaði varstu? ég var fyrir austan og svo allt í henni hugsaði ég akkur þvægi ég ekki bara hárið að mér í á og svo sagði ég þetta manni minn og okkur fannst þetta frábær hugmynd og svo þurfti ég að finna einhverja á sem ég þorði að dýfa hausnum í og fyrst var ég bara svona aðeins að sletta af því ég var svo, þetta var svo kalt en svo var svo heitt úti þannig að þetta var það sem ég gerði í fríinu þess vegna hárið að mér svona útrúlega flott. Og hvaða á var þetta? Ekki lagarfljót? Nei, þetta var uppi svona í skóginum sko. Það eru þarna Í Hallormsstaðaskógi? Já, hann er risastór. Er ángan engu lík? Er ángan engu lík. Það er rosa gott að fá það í sjó líka sko. Ég ætla að vona að það verið með vistvænt sjampo. Ég var með vistvænt sjampo að sjálfsögðu. Hvernig dirfist að spyrja mig að því? Vottað. Og af því það kemur smá vindur og þá líka, þú veist, bara blástur. Það blæst. Góða vísland, það er alltaf blástur. Þannig að ég labbaði svona með greiðuna og greiddi og á hálftíma þá var ég komið með flottstu hárgreiðslu sem ég hafa efminni verið með. En ég mæli bara eindregið með þessu. En kannski ekki hér í Reykjavík því það er alltaf kalt. Ég vann eitt vetur á Akureyri og þá var sko stormbeljandinn inn fjörðinn allan tíman bara var norðri frá heimskautunum og þá sagði ég alltaf að ég greiddi í suður því að ég var bara stóð þá suður. En ætla ekki að tala um Biden eða? Biden? Sko ég vildi bara koma einu að með Tölum frekar Kamala Harris. Já. Hver er það? Hún er með rosa flott hár. Sko pappina var hagfræðiprófessor og var hann ekki kommunist eða eitthvað pappina? Nei, sko hún er þetta Kamala Harris. Já, var ekki pappinar einhver radikali? Nei, er ég að bulla? Nei, hann er postkynnsisti og sem að postkynnsisti og við stofnuðum nú félag postkynnsisti á Íslandi hérna bara fyrir í vor og það er hann í því? Í neinum, hann er einn af uppáhaldsmönnunum að því og þeir unnu svolítið með marxískum hagfræðingum þannig að þetta er svolítið annars poststalinisti. Já.
Þetta efni í sérstakann þátt Sko ég er svo vitlaus, þú aðeins að útskýra þetta fyrir mig, hvað post-kynsisti Þú ert ekki búin að sitja nógu lengi hérna við Rauðaberg. Nei, alls ekki. Það kallar úr sér þátt, en það er mjög merkilegur angi af kynsismannum, Keynes sem er svona aðalhagfræðingurinn á bakvið nútímann, en Ok, þú fræðir þetta seinna, en segðu mér meira með Kamil og pappina. Mér þótti þetta mjög merkilegt hérna að ef að hún nú verður næsti forseti. Sem hún Af því að verður það var ekki. talað um Bidenomics, Hún verður ekki. að þá er spurning hvort það verði, þú veist, Harrisonomics eða Camilonomics eða eitthvað svoleiðis, sko, að því efnaðarstefna Bidens fékk svona nafn, en ef að hún tekur með sér hagfræði frá föðu sínum, þá er þetta svona mikil von fyrir okkur post-kynsistan og mögulega smá marxískar hugmyndir sem að er ekki sama á Þetta er ekki að fljúga. Dóttir kynsistans. Þetta er ekki að fljúga. Nei, kannski verður líka Trump kosinn, en ég er bara svona... Ég er alveg viss, ég Allar líkur á því. Já, ég til þess að. Hvernig kunnið þið Trump svona? Er hann að venjast? Já, hann er að venjast. Sem eitthvað svona Hann virkar grínfígura, nútíminn. sko, þá hefur hann alveg Bara klárlega að venjast. Já, sem grínfígura, en ég veit ekki það, þú veist. Ég veit ekki. Þekkið þið hérna... Ég er engin Biden-kona heldur. Þekkið þið Kamilu Harris? Já, hún er náttúrulega bara, ef hún fer í frambúð, ég veit ekki, ég er búið að tilkynna. Já, hún er það, hún býður sér rætt á þetta. Já, þá er hún náttúrulega, hún tekur bara við, því hún er alveg sekum þjóðamorð eins og Joe Biden. Þannig að, Ég veit ekkert Kamala Harris, nema það mitt að hún er einhver svona löggugjala. Hún var saksóknari. Og að ég lendi, þegar hún var valin, var að forsta efni og þau svo kjörin, þá lendi ég í alveg rosalegur yfirildi á knúsinu, sem stóð í marga daga. Því að knúsi birti mynd af henni og Rosa Parks eða eitthvað svona. Og ég kom og sagði eitthvað bara, ok, þetta er nú ansi stretching it a bit, sko. Og svo var ég bara þá komin í eitthvað svona margra dagar rosalega intensíft yfirildi við einhverja svona lippafemmur á knúsinu og það er það eina svona sem ég hef kynnt mér Kamala Harris að vera tilbúin til að rífast það hún væri ekki Rosa Parks. Ég veit að hún hefur... Sem hún er ekki. Hennar svona refsistefna hefur orðið til þess að mikið af fólki, brún og svört fólki í Bandaríkjunum hefur fengið harðari refsingur heldur en ellegar. Þannig að hún er... Tough on crime. Já, hún er einmitt, hún er það, sko. Hún brandaði sig þannig að vera bara að vera rasisti, sko. Er hún ekki blönduð sjálf? Jú, hún er... Bæði asísk og afísk. Hún er suður-asískum uppruna. En já, við hljótum nú líka að vera komin núna af því einmitt að við erum á svo skringilegum tíma og heimsendir sannarlega í nánd, burt frá þessu svona að einmitt, einhverju svona, hvað er hægt að merkja þig, skuli einhvern veginn elveita þér. Já, og ég held alveg það virkar ekki þannig. Kannski bara komin þangað í feminismu og við þurfum ekki endalaust að hossa konum sem að komast til áhrifa innan þessa hræðilega og hryllilega vonda kerfis. Ég er ansið hættur að verði fjalla hana hins vegar akkurat þannig. Nú sé komin tími til að fá konu. Nú sé komin tími til að fá svona. Þannig við verðum í svona tali sem bara einhverja tákmyndir en nær engan veginn að snerta sko óréttlætið í samfélaginu. Með Hillary, ef þú stuttir ekki Hillary þá varstu eitthvað andfeministi og nýðingur. Það verður næstu 3,5 mánuð verða akkurat þannig. En það er katastrófan og það er krísan vegna þess að fyrir almenning og sérstaklega fyrir almenning í Bandaríkjunum þá bara þetta ekkert sem neitt relevant. Þau ekkert að hugsa þetta. Þannig að ef að demokratar og libbar og aðrir asnar ætla virkilega að fara þessa leið þá náttúrulega mun það klárlega að fara þannig að Trump verður kosinn og ég er sammála að þetta verður alveg pottet þannig af því leiðir að Trump verður kosinn aftur vegna þess að þetta fólk í stað þess að fara að hugsa af hverju eru kjósendur að hegða sig með þeim hætti sem þeir eru að gera vegna þess að það er eitthvað að í samfélaginu, það er eitthvað að í nærumhverfinu, það er eitthvað að í efnahagskerfinu, þú veist, þá fer fólk og sýnir af sér alls konar svona kjósendarlegar hegðanir, en ef þú ætla bara að fara og velta þér upp því að bara sjáu hvað við eigum stórglæsilega
þú veist, konu með brúna húð, kjósið hana, já, hvað viljið einmitt, hvað viljið meira? Það er bara litlaði stúlka með eldspýturnar orðið bara fatar. Hún mun örugglega hamra á að reyna að endurheimta réttindi kvenna yfir líkama sínum. Nei, hún mun nefnilega að tala, ég er tough on crime, ég er bara betri hægri maður en hægri menninni. Það er engin hætt á því að kjósa mig. Það er nefnilega, það verður stórt haldast svolítið í hendur. Ég er með steinhjarta. Æ, við skulum nú gefa henni sjans. Ég hef ekki heyrt mikið frá henni. Bara fórst til Bandaríkjanna 4 ár. Já. Hvað viltu fá meira eitthvað? Nei, ég meina að... Ég er sammála, maður er ekki, og við vitum mjög lítið. Já, þessi 4 ár sem hún hefur verið. Hvað ætlar að gefa henni ekki séns? Hún er bara 4 ár sem var að fórst til Bandaríkjanna. Þú veist ekkert hana nema að þú en nú hafa þau bara 100 daga. Ég er gamall kall, ég veit, en það er bara því að voru hagfræðinni. Já, en Smári, þau hafa bara 100 daga fram á kosningum. Já. Ég hugsa að hún reyna að taka einhverja svona uppeyju og tala konur og réttindi kvenna og eitthvað svona. Hún mun alveg pottið tala konur og réttindi kvenna sjálfsögð. Að reyna að ná konum á kjörstað. Hillary reyndi það líka. Og hún hefur verið mjög staðfest í... Hillary er náttúrulega bara ekki kona. En það var líka svona mjög svona eitthvað að þú ættir að kjósa hana, þú veist, hana en ekki einhvern veginn réttindi þín, meðan að það er alveg hægt að fara auðvitað aðra leið. Svo kjóstu mig af því að ég er kona og ég þekki hvað það er og ég ætla þar af leiðandi að vernda réttindi þín. En hann mun hvort sem það er alveg saman hvað að gera. Þetta er náttúrulega óskilja. Þetta er óskikja, frekar nokkuð annað og hún farið kannski núna svolítið mýkri leið, einhverju svona manneskjulegri leið. Endurfæðist. Nei, að það verði bara kosningabaráttan og það gæti orðið einhver viðsnúningur. Ég er ekki viss að það takist, en það gæti vakið upp einhverja hreyfingu eins og það er alltaf mikilvægt. Það sem hún er við fórustuðu. Já, hugsanlega. Eða, já, hún allavega veki máls og hlutum sem skipta máli. Við vitum náttúrulega ekki hvort hún er En við vitum ekki hvort hún er, þú veist, hreinn narsissisti eða hvort það er eitthvað meira. Við vitum það ekki. Ég ætla ekki að drepa vonin ykkar. Nei, ég meina... Ég hef enga von. Ég hef enga von. Ég er algjörlega sinni. Algjörlega bara... Þegar þið gjörðu svo vel að losa þessum von sem ég Já, nei, ég er bara að segja að ef það er þannig að hennar kosningabarátta verður kannski svona dálítið manneskjulegri og talandi mannréttindi og kvenréttindi og svo framvegis, þá gæti það vakið hugsanlega hluta þjóðarinnar sem er bara staddur í einhverju raunveruleika sjónvarpi frá helvíti í augnablikinu í Bandaríkjunum, sko. En ég held að, þú veist, ég meina Obama, það var Hope and Change og þú veist, það búið að gera það, búið að prófa svo ótrúlega marga hluti. Það var bara leið og að búið að kjósa. Ég segi það er aðri tímar og þess vegna getur ekki farið aftur þangað. Þú þarfst að fara í eitthvað annað og þú ert að fara í eitthvað substansial, þú ert að fara í eitthvað alvöru, en þú veist, er það bara heldur einu sinni hægt? Er það eitthvað hægt? Ég meina, það tókst allavega hana, svo ég tekið aðeins til Evrópu, ég meina Frakkland, Macron, hana trixið, tókst allavega að halda fasistunum frá. Það var ekki, hann gæti ekki þakka sjálfum sig það. Nei, það eru kjósendur sem að gera, þannig að eitthvað getur hrært upp í fólki, sko. Ég held að fólk svona meirihlutin sé á móti fasisma og ég vil trúa því ennþá og svona þannig. En sko fasismi er náttúrulega bara svona sérstætt fyrirbæri og það er, þú veist, mjög svona militarist og það bindur saman. Ég meina sko nýfrjálshyggjan og libbarnir eru náttúrulega svona mestu militaristar sem hægt er að hugsa sér, þannig að það getur enginn á þessum tímapunkti sagt eitthvað svona, við búum í svona friðsumum heim en ef fasistarnir komast í valda þá fyrst verður nú stríð, þannig aldrei ekki, það er náttúrulega bara búið að vera konstant stríð núna áratugum saman, þannig að það er allavega ekki hægt að hræða fólk með þessu og fasismi er, þú veist, þú bindur saman pólitískt ofbeldi og kapitalisman og sem að báðir flokkarnir í Bandaríkjunum og ferða af stað, en ástæðan fyrir því að almenningur er tilbúin til þess að kjósa þetta fólk, hvort þú kallaði fasista eða eitthvað annað, er af því að þau eru búin að gefast upp á Libunum og á svona traditional pólitíkin af því að traditional pólitíkin og Libanir færa fólki ekki efnislega ávinning og þá fer fólk og leitar eitthvað annað. Þannig ef að það á líka verið eitthvað viðbröð okkar að vona bara alltaf að einmitt af því að fólk vilja ekki fasisma þá munið að halda áfram að svona redda okkur fyrir hornið, það er ekki gott. Eins og að Hillary félagar séu lausnin ég bara að segja, á endanum þá er enginn að fara að redda okkur fyrir þetta, það eru bara engin shortcuts og við þurfum bara sjálf að mobilisera og við þurfum sjálf að bjóða fram sín sem við trúum á, sem að við erum tilbúin til þess að vinna fyrir og sem að snýst það að færa venjulegu fólki betri líf og betri heim. Af því að það er bara það sem fólk vill. Fólk vill bara betra líf fyrir sig og börnin sín og það vill ekki búa í einhverjum ömulegum borgum, ömulegum þorpum, ömulegum hverfum þar sem ekkert er eftir nema bara
þú veist, rusl og leiðindi. Já, ég trúi reyndar að flestu fólki vilji líka slík gæði bara öðrum til handa. Ég held að það sé bara svona með þætt, sko. Að fólk vilja ekki bara betri kjör fyrir sig, heldur líka fyrir aðra. Ég held að það sé raunverulega það sem... Vildi aðrir byggju í þessu hverfið þarna með rusli? Ég kváði, það er þetta skrítið. Já. En hvað er heimsendir? Ég meina, heimur getur ekki fæðst, endurfæðst, nema að vera heimsendir. Á maður ekki að fagna bara heimsendir? Nei. Nú, Ekki bara burn baby burn? Nei, alls ekki. Það er mjög barnaleg afstaða. Það er svo afstaða ungs fólks sem er radikal, sem er svona að byrja að velta fyrir sér pólitík og skilja hvernig heimurinn er. Þá máttu hafa svona afstöðu. Það máttu svona gæla við einhverja níhiliska tendensa. Fullorðin manneskja sem einmitt vill að öðrum líka líði vel. Hún má ekki tala svona, hún á ekki að hugsa svona. Vegna þess að hver á að bera fórnarkostnaðinn við fæðingar hríðirnar, hver á að bera fórnarkostnaðinn meðan að gamli heimurinn slátrar sjálfum sér. Það er auðvitað bara venjulegt fólk og þannig að það er ekki í boði að hugsa eða að tala svona, en það er ekki þar með sagt að við getum eitthvað afstýrt þessum heimsenda sem er Við höfum lifað samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar sem er að bresta og það er heimurinn sem er að hrynja fyrir framan okkur. Öll svona lífsskildi sem við höfum talað um Við viljum að nýfrjálshyggjan hrynji. Já, það er heimurinn. Já, við erum þá bara með öðruvísi, ég var að hugsa þetta öðruvísi þá en þú. Þú sást fyrir það eitthvað svona sem bara hendir eldspýtunni og svo brennur húsið og svo keyrir einhvers á mótorhjóli. Það er svona vissir radikala tendensar þetta, þú veist, bara svona accelerationismi, þú veist, að hlutinir eru bara ógeðslegir, þú gerðu það bara ennþá verri og þú veist, þá hlýtur eitthvað að breytast. Steve Bannon talar svona, að kerfið er svo ógeðslegt, við skulum bara eyðileggja það. Það getur ekkert verra að koma út úr þessu. Hann talar að hann er akkúrat þarna. Kerfið er ógeðslegt. Stilla sjálfseyðingu. Ég ætla að reyna að vera tím Steini Nóluna hérna þá að sko ég held að sko Garðbæingarnir ef að einhverjur af þeim er hlusta á samstöðuna og hérna Vesturbærin og Veistu hvernig þau hlusta? Men í svona headseti eins og séu njósna eitthvað. Finnst það skemmtilegt? Og taka glósur kannski. Ég held að sko ég var að hugsa líka, við getum kallað þetta 25% hérna, efsti fjórðungur sem, þú veist, kaus kannski auðvaldið og þjónar þess. Kaus kannski forsætisráðherrann í forsetakosningunum. Sko, ég held að þau geta alveg fattað að þetta er ekki gott að meiri hluti einstæðra mæðra fresti að fara til tannlæknis. Og svo þarf þá hérna gervitennur fyrir og er miklu dýrar og einhver þarf að borga það. Það er ekki gott að bara hérna efri helmingurinn af börnunum eða 25% af börnunum getur farið í fótboltann og eru góðir fótbolta. Það eru kannski góðir fótboltamenn, þú veist, þau vita alveg söguna af Ronaldo, ég kann ekki mikið í fótbolta en úr hérna fátækari hlutunum geta komið hæfileika og sko ég held meira svo að þau skilja að það er ekki betra kerfi til að reka samfélag að sé bara úr ríkusta fjórðungnum eða efri helmingur sem geti farið í háskólanámið eða hérna og að því það geta verið hæfileikar úr neðri helmingum líka. Þannig að sko ég held að sé alveg hægt að sjá fyrir sér samfélagsuppbyggingu bara svona eins og draumarlandið sem maður bjó í Skandinavíu þar sem að allir fengu barnabætur og allir hafa efna að hafa börnin sín í fótbolta og einstæðir foreldrar gátu lifað í húsi. Já, hefur þú trúið því að það gerist í gegnum íslensk stjórnmál? Já, nei, það kannski hérna efnahagslegan heimsendi við erum að keyra inn í kreppu og vetur og hérna... Ég skil ekki, af hverju heldur það að fólki í stúkunni séu horfa niður á fótboltaleikinn á hérna strákana úr fátækrahverfunum spila fyrir þá hérna einhverja svona gladiator íþrótt. Af hverju heldur það að hérna þau vilji einhvern veginn að Ronaldo hafi ekki þurft að fyrirverða sig fyrir drykkfelldan föður sinn og orðið svona heldtekinn að því að það má engin galli vera á mér annars verður hýjað á mig. Af hverju heldur það að fólki sé að hugsa það? Það finnst það svo gaman að Ronaldo. Hann gæti hérna rifið sig upp og er alltaf í ræktinni að losna við skömmina sem við erum að kleina á hann og það bara situr svona auka flör á hann.
Var Hafið þið Ronaldo? ekki að trú á mannvonsku? Veit ekki. Ég hef mikla trú á mannvösku. Á mannvonsku? Og mannvonsku. Já, að hún sé sterk og Já, öllu ég saman. nefnilega er þeirra skoðunar og ég hugsa oft út í þetta. Það er einmitt, að því þú talar þennan ríkasta fjórðung og ég hugsa, ef að maður tilheyrir þessum ríkasta fjórðungi og maður myndi, þú veist, alltaf þegar maður vaknar á mótnana, þá hlýtur maður einhvers staðar innst inn í sér að vera með gríðalegt samviskubit, vitandi það að sá auður sem maður situr á sjálfur, hann kemur úr einhverjum vasa. Þannig að það er einfaldlega vegna þess að ég hef það svona ofbáslega gott, hefur einhver alveg umulegt að hinum megin á nettinum. Og En heldur að það sé hugsun sem fólk bara raunverulega lætur? Nei, ég held að Mín stétt eðir meiri peningum í þann kvíttun heldur en að við verjum í því að gera við börn Já, en ég held að sko, það eins og gerist þá þegar maður finnur fyrir einhverju svona innri sársauka eða að við erum svo gjörn að tengja framhjá sko. Að ég held að í alvörunni það sé bara sko, fólk sem að tilheyrir þessum fjórðungi nú er ég engin læknir en þú veist, ég ímynda mér að þetta sé þannig að þú veist að þessi stöð svona samkenndar og góðmennsku og hlývíkar náungans hún svona það verði eitthvað rof þannig við hana því að ég meina þegar maður einhvern veginn gengst upp í því að hafa það svona óbærslega gott umfram aðra. Svo stingur hérna bara í samband jólun. Einmitt. Rétt fyrir jólun. Mér finnst nú svolítið aðeinsvægt að því að allar þessar konur sem eru sittið við þetta borð okkur eru öllum brigslaðum það mjög oft að vera reiðar. Og og þetta er dálítið fyndið og það er alltaf verið að spyrja mig akkur er þetta svona reið og ég er bara ekkert reið en ég hins vegar sko get ekki látið hjá líða að tala eitthvað ef mér finnst óréttlæti vera hróplegt og ég held í alvörinu að það sé sko bara þannig séu við byggðar sem mannesku þannig að það er afbygging og aftenging að láta eins og að kannast ekki við þessa tilfinningu sem er inn í þér skilurðu og og bara ég ætla bara að vona við höldum þá allar áfram að vera reiðar eða allavega að leyfa jafnréttistauginni að bregðast við henni þegar hún slær vegna þess að það er bara mjög mikilvægt svona tungutak kúarana sko að taka reiðina af fólki og einhvern veginn svona svifta þau reiðinu og réttinu til reiðinar þegar reiðin er auðvitað bara alveg óbærslega mikilvæg tilfinning já, hún er bara eldur og getur oft verið bara mjög og kveikir undir byltingum sko. Já, nákvæmlega Reiðar konur. Þrjár reiðar konur. Það var hjarta sér ótengt. Já. Hjarta ykkar er ótengt. Ég er að reyna að breyta sig í söngleik, sko. Já. Skjóta inn svona. Ég stundum sakar að vera reiður líka, sko, en ég Leiður, hvað séu? Reiður, já. En þetta er ekki reiður. Nei, ég er að tengja við það. Og hvað er að því að vera heitt í hamsi? Hvað er að því að sýna einhverja tilfinningar? Segir það, og einhver ógeðslega leiðilegt að vera lufsa með einhver tilfinningar. Já, við erum ekki að ræða það, eitthvað ég ætla ekki að láta fyrir mig fara. Hvað bullir það? Við eigum að tala þegar við erum í aðstöðu til þess og sérstaklega þegar við höfum eitthvað plattform til að tala, þá eigum við að nota tækifærið og tala fyrir þá sem er ekki boðið í þennan þátt til dæmis. Við eigum að gera það. Að hafa hátt. Hverjum ekki boðið? Nei. Það var allir reiðar, þannig að ég hugsaði til þess að ég var nefndi Gaza, að maður er að horfa kannski á fréttir og það verður að segja fréttir af þjóðamorði og þá verður það gert svona með þeim hætti eins og það sé kannski, þú veist, þetta er svona hlutlust, eins og það sé kannski í lagi. Ég er alltaf að bíða eftir því að sá sem að segja fréttirnar, þú veist, segja eitthvað, djöfulsins skepnunar og við séum með eðlileg viðbrögð. Akkur erum við alltaf að hlusta á frásögn heiminum með óeðlileg viðbrögð. Akkur erum við ekki vera bara... Já, og fréttafólk með svona doða og hlutleysi svip. Akkur heldum við að það sé eftir svona. Skilurðu þau svona svipriðarlaust, sko. Svo sáum við bara svona börn sem að vantar á handleggi og þú veist, og svona sundursprengd lík og þetta er flókin staða. Skilurðu, í alvöru, bara svona manneskjulegri fólk falar inn á alþinginu eins og það sé bara einhvern á leðringað er verið að, sko, sá ég að verið að hreinsa burtu stöðum þjóðarmorð graffítíð á brúnni yfir brautina. Þannig að þetta hefur pyrrað einhverja að sjá þetta stöðum þjóðarmorð. Akkur ættum við að stöðva þjóðarmorð. En það verið að spúla það. Það er sársökun, sko, að vera ekki myndur á það því þú vilt, það bara má ekki minna fólk á það að það er manneskja. Af því það er bara verið að drepa. Þetta er aðför heimsins að hjartastöðinni, sko. En á Twitterinu mínu var ekki alveg allir að deila
Politico-greini, það fóru 2 bandarískir læknar til Gaza og voru, ég hef ekki þorað að lesa fréttin ennþá, en hún í Politico núna, hvernig þið sá sko svo mikið af börnum beinlínis skotin sko, í höfuðið og í búkinn. Það eru þessi drónar sem að þeir eru að notast við. Það eru þannig að sko þeir sko, já, þannig að ég að vona kannski geri fyrir ákærandinn hana sem og lögreglustjórinn sem kannski að verða fórseti núna. AIPAC Gellan. Já, einmitt, nefnilega, hún á mála hjá AIPAC og hefur fengið það greiðslu, þannig ég hugsa að þú veist, hún og hefur sko ítrekka stuðning sinn við Ísraelsríki og Netanyahu, þannig að Bandaríkin náttúrulega ekki bara frjáls, Ísrael bara á Bandaríkin. En í öllum háskólaútskriftum í Bandaríkjunum núna í vor og sumar voru megnið af nemendunum með palestínska fána. Og ég held að það sé, við eigum eftir að kannski merkja það í kosningunum miklu frekar, það eiga ekki eftir að kjósa Kamala Harris eða Trump, heldur eigi þau annarkvort eftir að halda sig heima eða finna sér óháðan aðila, sko. Og ég því að ég held að demokrataflokkurinn verði ekki verðlaunaður af þessu sama fólki og mótmælti hvernig mætti það vera? Það gengur ekki upp. Þannig að ég á móti heimsendarspánin þá held ég að séu svona margir vendipunktar og það rosalega ruglandi. Það vendipunktar í þessu, það vendipunktar í Evrópu og í efnahagsmálunum. Ég meina við erum líklega að fara inn í kreppu hérna núna með við hagtölunar og meira segja að Íslandsbanka hagfræðingurinn kom í RÚV-fréttunum í gær sko. Þú veist, þetta hérna sko. Akkur alltaf að tala við hérna hagfræðinga í þessum böngum. Og þetta var svo skringileg hérna breyting. Þetta eru fyrirtæki sem hafa hagað í að hafa háa vexti og mergsjú almenning. Við erum alltaf að tala við starfsfólki eins og þetta séu ykkur hlutlausir aðilar að segja ykkur hvernig heimurinn eigi að vera. Mér þótti merkilegt bara að RÚV skildi tala við, af því þið voru nú með svo fína umfjöllunin RÚV undanfarnar vikur sem ég var að hlusta á líka. Þannig að það ykkur svona, ég held að geti orðið vendipunktar í umræðunni og hérna. En ef ævintýri væri sögð í dag, þá var það einhvern veginn svona að sögn í hérna samtaka fátækra heimila í Eyjafirði, þá kom Grýla og tók 3 börn og át þau og það bara hlutlust eins og séðlegt. Og talsmaður Grýlu segir að þetta séu nauðsynlegar aðgerðir til þess að, þú veist, það bara vantar einhvern veginn eins og týnt sko skilningnum að hvað mikilvægt í lífinu sko. Já, og það reyna að horfa á heiminn einhvern veginn svona ofan og hagfræðingarnir sko, ég var að hugsa það sko, sem eru menntar á Íslandi þeir ættu að vera með svona varúðarmerkingum sko. Að því ég var að vinna hana innan greinarfólk með hagfræðingar, sko, hagfræðingar sem eru menntar erlendis er mjög gaman að vinna með, en þegar maður er að tala við hagfræðinga, íslenska hagfræðingar, þeir eru búin að vera að segja núna í mörg ár að það þurfi þessa háu stýrivexti. Þú veist, og svo núna allt í einu að fatta að fullt af sko, 90% hérna kvennana sem að tala við er með líkamlega verkja fjárhagsáhyggjum. Og einmitt, og örugglega aftengir fólkið hérna 25% eða stjórnmálastéttin eða hagfræðingarnir. Sem að fá, Já, ég meina þú auðvitað finnur, ef þú finnur ekki fyrir, þú veist, þú horfist ekki í augu við sársauka annara og þá einhvern veginn þér verður það tant að horfa fram hjá honum. Og færði milljón í niðurgreiðslu á Tesluna og rafmagnsbíl númer 2 og En þetta náttúrulega ein af ástæðunum fyrir því að fólk í Evrópu kýs í síauknum mæli hægrið, einhverja svona ný fasíska flokka, vegna þess að pólitíkusarnir segja, ég sé sársaukaðinn, ég sé hvað þú þolir. Ég sé fátæktina sem þú ert látið að lifa við og þú tilheyrir þessum hópi hérna með mér og ef þú gengur til liðs við mig og þetta fólk sem að skilur hvað líf þitt orðið slæmt af því að mainstreams pólitíkusarnir og innflytjendurnir eru búin að gera það slæmt, þá munum við gera líf þitt betra og við munum lyfta þér og börnunum af þessum slæmastað yfir á betri stað. Versus nýfrjálshyggjupólitíkin sem segir bara að allir eru sinnar eigin gæfu smiðir og einmitt þú skalt bara fara og mennta þig eða fáið betri vinnu eða eitthvað og þá mun líf þitt verða betra, það er bara á þína ábyrgð.
þess vegna eru þau að ná árangri og þangað til að eitthvað sem að mögulega verður einhvern tímann hægt að kalla eitthvað vinstri eða eitthvað einhver alvöru stjórnmálahreyfing fólks sem að einmitt vill ekki ná árangri með því að exklúdera vissa hópa eða demonisera, fara að tala explicitly með þessum hætti og ekki bara tala, heldur líka framkvæma, þá muni þetta náttúrulega bara halda áfram vegna þess að það er mjög mannlegt að vilja í fyrsta lagi einhver viðurkenni að hlutnir eru slæmir hjá þér, segi ég sé það og segi gangtu til liðs með mig og ég ætla að hjálpa þér og við hjálpumst saman að því að laga það. Núna þú veist, mistökin sem að libbarnir og þetta handónýta druslu vinstri sem að við á Vesturlöndum búum við gera einmitt að fara ekki þessa leið og þú veist, viðurkenna ekki með almenningi og alþýðinu hversu handónýtt ástandið er og aftengja sig alþýðinni og öllum þessum ömurlegu aðstæðum sem að fólk hefur verið látið lenda í. Þannig að það er ástæðan. Það er ekki að fólk sé vont eða vilji vera fasistar eða þú veist dreymi hræðilegt pólitískt ofbeldi eða dreymir engan einhverju á sjálfsögðu en það er ekki draumur alþýðunar sem að kýs Marine Le Pen eða þennan nýja flotta strák sem hún er með sem ég man ekki hvað heitir, Bellard eða eitthvað. Það fólk þurfi ekki að kjósa þetta, Bordello hvað heitir, þurfi ekki að kjósa þessi svo vond, þurfi bara að kjósa af því að þau segja ég sé ykkur, ég sé þig. Og ég ætla að reyna að hjálpa þér, þess vegna. Þess vegna kjósa þér. Og svo er slíkt fólk kosið þó allir viti náttúrulega einstinni að þetta er allir líf. Já, ég meina, er það samt? Á þessa setningu að feel your pain. Er það samt? Vita þau endilega að þetta er allt líð. Það sem þau vita er lígi, er að lýðræðið eins og það hefur verið praktiserað af nýfrjálshyggjunni. Það er lígi, en þú veist, þau vita ekki endilega að þetta sé lígi. Nei, þau vona það besta. Ég myndi vona bara einhver actually hlusti og sjái og geri. Já, nei, og ég er ekki ég ætla að vísa bara í upphafið þá aftur, sko, ég var náttúrulega ekki að skrifa oft í heimildinni, ég skrifa oft og komið oft í fjölmiðlum, en ég fikk rosalega viðbrögð, sko, og sendingar og þakkir, og meira og minna frá konum og einstæðum eða mæðrum, einstæðum eða ekki, þú veist, eða fráskildum nýfrá, bara alls konar. Sérstæðum og einstökum. Bara fólk sem er alveg börn, þú veist, og svo þú varst svolítið hissa líka, og þú veist, ég held að, ég veit ekki hvort að RÚV fólki er búið að ná að lesa heimildina, hún er svolítið löng, þessi úttekt, það eru nokkrar greinar, en þú veist, ég held að þetta komi 25% og hana, stjórnmálastéttinni og fjölmiðlastéttinni og í mainstream-smiðlunum og bara rosalega mörgum, hagfræðingunum í bönkunum og seðlabankunum, rosalega óvart, af því þeir hafa bara ekki vitað þetta. Akkur var ég hissa? Já, skilur Var ekki bara hissa yfir að fjölmiðlar væri að fjalla um þetta? Já. Þetta er náttúrulega búið að vera í öllum vörðu skýrslunum og þetta er búið að liggja fyrir hundum. Það kom mér ekkert óvart og örugglega ekki þér heldur. Nei, en það er skýrslur, það er svona ein leiðileg frétt. Já, ég er sammála. Það kom mér ótrúlega á óvart þegar við fórum að tala um þetta hjá Eflingu og vorum svona hamra á þessu, þetta eru bara niðurstöður og vil ég bara skoða þetta. Þetta er bara sannar að það sem við erum búin að vera að segja er rétt. Þetta er ekki bara einhverja reiðar konur að þusa, þetta er bara actually efnahagslega staðreyndir og það til dæmis að lífslíkur grunnskólamenntaðra kvenna væru að dragast verulega aftur úr lífslíkum háskólamenntaðra kvenna og svo framvegis. Ég hélt einhvern veginn að þetta myndið mitt vekja mjög miklu athygli, mögulega sambarilega þá athygli eins og þú ert að lýsa að þessi greinaflokkur þarna hafi vakið. Það gerðist aldeilis ekki og ég held að það sé vegna þess að þar erum við að tala um ófaglærðar einhverja prollukettlingar sem geta bara sjálfum sér kennt að vera svona fucking ógeðslega blankar, þær hefur bara betur farið í skóla versus manneskjur sem eru með eitthvað svona menntunar og menningarlegt prestige og þá geta allir sagt bara eitthvað, býttu, þetta er eitthvað skrítið hér. Hvernig getur við verið með x margar háskólagráður og samt verið svona blank versus það, já, þú ert bara lúði og asni og þú ert ábygglega líka bara eitthvað, þú veist, hugsar um helsuna og reykir og þess vegna lifir stittra eða eitthvað. Þú veist, hver nennar hlusta á þetta verkalýðspakk, þau eru bara alltaf lúðar og asnar. Af hverju fekk það ekki þessa athygli?
ég held að þarna sé alveg eitthvað svona, einhver svona X-faktor Ég þarna. Ég alveg ótrúlega hræðsla í Íslandi við fátæktar smitt. Ef þú takir upp baráttu fátækra þá haldi aðrir sért fátækur. Og það sé einhvern veginn alveg bara það versta sem geti komið fyrir að fólk haldi að þú berjist í bökkum. Vegna þess að það er svo mikið svona keeping up appearances. En það sem ég ætla líka að segja er að ég vona að fyrst að þetta er að vekja svona mikla athygli og fólk er að mynda að hugsa bara ok, vá hvað staðan er orðin helluð ef að þetta er niðurstaðan að þessi hópur og þá ómenntuðu verkakonurnar að við getum þá sameinast og barist saman þá fyrir betra lífi fyrir okkur allar og fyrir börn okkar allra frekar en að fara þá leið sem að einmitt háskólafélögin hafa vilja fara sem er að separata sig algjörlega frá ófaglærðu konunum og einmitt stilla upp myndina af önnur skúringakonu og önnur háskólamenntuðu þar sem að sagan sem sögðir er einhvern annar skúringakonu komin of nálægt önnur háskólamenntuðu og það er nú ekkert sorglegra í heiminum fyrir önnur háskólamenntuðu en það og það er líka bara svona andfeminísk barátta þannig að ef við viljum einmitt standa saman þá getum við það Sérðu fyrir þér að Samfylkingin samvinni þessa hópa? Ég var ekki búin undir þessa spurningu ég er nú bara búin að vera eitthvað svona í sumarfrí og bara þó að mér hafa því á mér því miður en auðvitað ætti stjórnmálin að taka báða þessa hópa til sín Ég held að Samfylkingin engan á þessu sé bara ekki þarna sko. Ég held nú að VG og Samfylkingin hafi náttúrulega bara sýnt fram á það að einmitt það hafi ekki mikinn áhuga á lífsskilyrðum þú veist, fólks sem hefur það eitthvað slæmt en við höfum samt núna, við sáum til dæmis síðasta vetur að ef að viss öfl geta beitt sér og það var ekki einu svona öll verkalýðshreyfingin á endanum vegna þess að opinberu félögin þau þetta semja sér og við náðum ekki einu svona ná öllum alþjóðsambandsfélögunum saman ég meina VR kaus að fara ekki með okkur alla leið og hópur iðnaðarmanna kaus að vera ekki með okkur samt gátum við blackmailað stjórnvöld í skiptum fyrir hófsama kjarasamninga til þess að setja meiri peninga inn í velferðarkerfið heldur en þau höfðu nokkurn áhuga á að gera við náðum þeim árangri að gera skólamáltíðir ókeypis sem að skiptir auðvitað konur einstæða foreldra einstæða konur mjög miklu máli þannig að þú veist það er alveg hægt að ná árangri en ég úrst að Samfylkingin var þetta ekki í grunninn þessi kjarasamningar veðmálum að verðbólga myndi minnka og vextinni fara niður og það veðmál er ekki að ganga þetta var tvíþætt, nei ok, það voru fleiri við skulum tala, þetta var náttúrulega þetta snýrst kannski primarily þrennt að athuga hvort að verkalýðshreyfingin alþjóðsambandsfélögin gætu farið saman fram það tókst augljóslega ekki að öllu leyti en það tókst þó nógu vel að það var hægt að ná árangri veðmál það ef við myndum gera hófstillta kjarasamninga þá væri hægt að ná verðbólgu og þar með vöxtum niður og svo fyrst og fremst fyrir Eflingu og samninganefnd Eflingar að ef við værum nógu mörg sem sagt alþjóðsambandsfélögin og nógu nægilega miklu þekju þá gætum við fengið það sem að skipti okkur mjög miklu máli sem var myndarlega aðkoma ríkisins og það tókst. Ég er ekki andað því, ég er að spurja veðmál. Nei, ég er bara að svara. Já, er ekki veðmálið þannig að ég er ekki tilbúin til að svara því á þessum tímapunkti. Ég er ekki tilbúin til að segja það á þessum tímapunkti. Þetta er dýrasta námskeið Íslandssögunnar. Hvað? Fyrir seðlabankastjórann að læra það hvort að því kenningin hann sem byggir á því að verðbólgan komi þegar Sólveig Anna semur of háar launahækkanir. Ég er sammála. Og Katrín Jakobsdóttir borgaði skólagjöldin í þetta námskeið, 80 milljarða. Sendi baukinn og fór svo í forsetaframboð. Og síðan er bara komið ljós að pabbennar Kamala Harris og pósttransistannir hafa rétt fyrir sér í því að verðbólga kemur ekki út frá víxlverkun launa og verðlag, hún kemur ekki út frá launahækkunum verkalýðshreyfingarinnar. Bara aldeilis ekki. Heldur hún kemur út af innfluttur hráurverðshækkunum, orkuverðshækkunum En ákveðu það margir að þjást undan háum vöxtum og verðbólgu til þess að Ásgeir Jónsson geti lært eitthvað sína leksju að því hann er heima alinn hagfræðingur og hagfræðingur. Nei, ég bara greina stöðuna hérna og útskýra fyrir þið. Það er búið að sýna fram á að verðbólgan er ennþá hér þó að það verið samið En ég ætla samt að segja að í fyrsta lagi náttúrulega er mjög stutt
stutt liðið frá því að þessi kjarasamningar voru undirritaðir. Efling ekki einu sinni búin að klára að gera kjarasamninga við alla sína opinberu viðsemjendur. Við rétt náðum að klára að gera samninga við Reykjavíkurborg áður en að fólk fór í sumarfrí. Að háskólamenntuðu félögin hafa náttúrulega talað með þeim hætti að það væri ekkert endilega víst að þau ætla að fara þessa sömu leið. Þannig að kjarasamningslotan, hún náttúrulega ekki búin. Þannig að við skulum sjá hvað gerist og mér dettur ekki til hugar að halda, og ég hef aldrei haldið fram, myndi aldrei gera að leið og við hefum undirritaðan kjarasamning, þá myndi Seðlabankastjóri og peningastefnunefnd samstundis lækka vextina vegna þess að þannig augljóslega virka hlutirnir ekki. Og Íslandsbanki skrifaði grein í síðustu vísbendingu fyrir sumarfrí að það væri möguleiki á að yrði byrjað að lækka vextina í ágúst. Allir hinni bankarnir sögðu nei á móti. Nú kom hagfræðingurinn þeir í fréttunum í gær að segja að við værum líklega komin inn í greiðsluerfiðleika, samdrátt á öllum ársfjórðungum, þannig að nú yrði peningastefnunefndin að byrja að lækka. En þetta líklega ári og seint, af því að effektin 12 til 18 mánuði að koma fram, þannig að það búið, og þetta dýri kostnaður við námskeið, ef menn læri ekki á námskeiðinu einu sinni. En ef þið hefðu haft einhvern áhuga, og þið borgið, Já, ég veit það. En ef að nafniðin hefði einhvern áhuga á þessu, þá hefði hann til dæmis bara hert lántöku heimildir hjá þeim sem að eiga íbúðir fyrir. Hann hefði getað gert alls konar hluti til þess að minnka þjáningu fólks af þessari húsnæðisreglu. En hann hefur bara ekki áhuga á því. Komdu með hörmungarspá fyrir haustið. Nei, ég meina við sáum bara tölum aftur, svo við byggjum þetta bara á tölum sem liggja fyrir, úr kjaratölfræðinefnd, úr vörðu eða úr þessari óformlegu könnun okkar heimildinni og síðan núna Íslandsbanka farin að skoða einhverju tölur greiðsluerfiðleika og fólk einmitt svolítið sama held ég núna, jafnvel hjá giftum hjónum með ágætistekjur sem eru farnar að koma í greiðsluvanda, ekki bara þessar þöglu einstæðu mæður sem vildi ekki koma fram og fengu lán hjá pappa og mömmu og fór í sumarfrí út á að fá lánað íbúð hjá vinum og þú veist, fengu þetta kemur allt fram í sem er fínt sumarfrí. Og að núna nú tappa ég træðum að allar þessar tölur gögnin sína í raun og veru fram á að í viðbót frá HMS tölunar af öllum nýjum íbúðum sem komin á markaði núna í síðasta mánuði 90% þeirra voru keyptar af félögum, fyrirtækjum eða fólki sem átti 2, 3, 4 áskilnafniðin vinnur fyrir. Já, ég meina það bara algjör blekking að halda því að hann sé eitthvað halda niður í verðbólgunni fyrir þá sem að helst geta ekki borið hann að vinna fyrir þetta fólk sem að ryksuga upp húsnæðismarkaðinn og breyta honum í það sem að við erum dæmd til þess að vera að leigja húsnæði á okkur okurleigurum ævin á enda. Hann að vinna fyrir það fólk og ég veit ekki akkur að láta þess að það var eitthvað öðruvísi. Nei, ég var að segja það var ég var bara að greina. Hann námskeiði hans. Já, þetta aðalhægt. Þú ert ekki ráð fyrir að hann læri að námskeiðinu og verði Ég ætla samt að segja, ég hér ekki ég var ekki að gera kjarasamninga í vetur af því að ég væri að gera eitthvað námskeið fyrir hann. Það svona metafóra, sorry. Já, en ég meina það náttúrulega verkalýðsfélög, þau hafa eitt frum verkefni sem að gera kjarasamninga og kjarasamningarnir snúast það að semja laun og svo einmitt ef það er hægt að ná nægilega mikilli þekju af félögum sem geta farið fram saman, þá er hægt að gera kröfu á stjórnvöld og þau koma þá með eitthvað að borðinu. Og það er nú bara einstaklega einfalt og við gerðum langtíma kjarasamninga en að sjálfsögðu það svo að ef einmitt að þetta sem að þú kallar veðmál gengur ekki upp og þessi atburðarás hún á sér ekki stað þá eru í fyrsta lagi samningar lausir og þá þarf að annarkvort setjast bara aftur að samningaborðinu og ná að setja eitthvað inn í þá til þess að bæta stöðuna eða bara keyra maskinuna af stað aftur með hótunum átök og svo framvegis. Eru við ekki að fara þangað? Ef þetta gengur upp þá er það bara væntanlega ánægilegt fyrir alla. Ung kona sem ég þekki henni var boðið leiguherbyggjum daginn fyrir 180.000 mánuði ekki með aðgang að baði. En við skulum samt líka ekki bara, af því það græðir heldur enginn á því og við erum bara þroskað fullorðið fólk og við þurfum líka að geta sagt, þetta erum við að fást við hér, þetta erum við að fást við hér og þetta erum við að fást við hér. Og það er ekki gott fyrir, róttæka efnahagspólitík ef við grautum bara öllu saman og enginn nær lengur að fókusera á hvaða verkefni eru hér og hvaða verkefni eru annars staðar. Það að það þurfa að breyta hér húsnæðismarkaðnum,
það augljóst og það þarf að gera það, en það mun aldrei gerast nema að venjulegt fólk, alþýðu fólk, almenningur eignist alvöru pólitík sem að getur náð árangri og þessar breytingar þar af leiðandi átt sér stað í okkar efnahagslega umhverfi. Við verðum að ná ríkisvaldinu. Já, vandinn er náttúrulega þá að hér séu stjórnir sem að banna ekki þessa eignaupptöku sem á sér staðinn. En við getum ekkert bara ekki hort á það að lausnin er fólkin í því að byggja upp eitthvað pólitískt afl sem að getur ná þessum árangri, en það er auðvitað alls óviss. Hvernig sjáum við fyrir ykkur að tala inn í þennan hóp, þú veist, og nú kannski bara þessa millistétti, við tölum bara neðri og efri millistétt sem að, og við sjáum að einstæðar mæður, þær greinlega hafa það ákveðið skít og alveg eins og verkafólkið sem hefur þá enga menntun og þú veist, þessar mentuðu, þessar háskólamenntuðu einstæðar mæður. Hvernig og hvenær er komið einhvern veginn nóg og hvernig náum við að tala inn í þennan hóp? Hvernig myndum við þetta hreyfiafl, þessa breiðu samstöðu? Sko, ef þú spyrir mig, það sem veldur mér svo miklum vanda í þessu, ég reynir bara að greina þetta með einhverjum svona líkingum, að öll umræðan verðbólguna úti í heimi og staðan á verðbólgunni í öllum öðrum löndum. Ísland eins og þróunarland, þar sem verðbólgan miklu hærra. Öll ríkulöndin, og við erum eitt ríkasta land í heimi, að þau eru komin með stýrivextina niður í 3-4 og verðbólguna niður í 2-2,5. En við erum hana í einhverju 6-7% verðbólgu eins og þróunarlöndin. Meðlega ekkert atvinnuleysi. Já, og það sem að það er, þú veist, ég meina í mörgum löndum sem að við berum okkur saman við. 14% vexti á íbúðalánum. Skandinavíu, en ég meina, þú veist, það er viðvarandi miklu meira atvinnuleysi, það er alls konar faktorar sem spila þarna inn í. Og þannig að líka það þegar við förum svona að segja, ok, þú veist, verðbólgan er mjög há hér, hún er miklu lægri þarna, ef að hlutinir væru nú bara hjá okkur eins og þeir eru þarna, þá af því leiðir allir hefða miklu betra. En það er margt annað sem spilar inn í, til dæmis hér er ekki viðvarandi atvinnuleysi. Það sem er sérstakt hér meðan við önnur lönd er að raunvextir stýrivexta eru hér 3,5% eitthvað. Raunvextir íbúðalána sem að fólk er að kaupa og er að bera eru kannski 7,5-8%. Raunvextir yfirdráttarlána sem að fátækafólki verður að hafa til þess að geta bara átt fyrir mat. Þá eru þú komið kannski með 10% raunvexti sem er lagðið ofan á fátækasta fólkið. Við lifum í einhverju geðveiku samfélagi. Það er skringilega, en ástæðan fyrir því að þetta breytist ekki er náttúrulega að það hafa samt margir hafa það svo fáralega gott og það er ekkert hægt að láta eins og það sé ekki þannig að meiri hluti fólks á þessu landi hefur það frámunalega gott og meðal annars ástæðan fyrir því að það var ekki hægt að ná konsensus það innan allra hreyfingar alls vinnandi fólks að reyna að fara þessa leið að ná niður vöxtum og verðbólgu er að fyrir fólk sem er ofarlega á tekjustiganum jafnvel þó að vextir séu svona háir og verðbólga sé mikil hefur það samt relatífli lítil áhrif á heimilisbókhaldið. Já, að millistétt það er bara búið að þrýsta henni niður, þannig að það er þess að tala 25%, þannig að efri Svo millistétt sem ég þekki hefur það bara actually mjög gott. Ég veit alveg að auðvitað er eitthvað fólk sem myndi kategoræsa sig sem millistétt og sem menntunar sinnar vegna ætti að tilheyra millistétt, en ég meina raunverulega millistétt á Íslandi, það fólk sem er í sínu eigin húsnæði, er með góða vinnu og svo framvegis, hefur það bara fáralega gott. Er það ekki? Í samanburði við hverja hafa þau það slæmt? Já, það er eftir hversu skuldsetning. Ég hef ekki sérstaklega á þessu fólki. Það er bara að þið hefur það fínt og má hafa það fínt. Ef við ætlum að bæta samfélagið, þá horfum við á þá sem að hafa það ekki gott. Ástæðan fyrir að segja þetta er að við getum ekki haldið fram að millistéttin í Íslandi sé eitthvað rosalega prest. Hún er það ekki. Hún hefur kannski minna milli handana núna því hún er að borga meira á lánunum sínum, en hún er í sínu eigin húsnæði og hún er Sagan er sú að velferðarkerfið okkar er orðið svo veikt að ef þú ert í millistétt og ert einstæð móðir, að þá ferð að grafa undan þér vegna þess að það er engin stuðningur ef þú ert orðið gamall, ef þú ert einstæð sjálfsskilgreiningu. Það heldu allar að það væru tilheyra millistétt. Það var ein spurningin hjá okkur. En svo bara
hérna Ég held að það sé miklu frekar samtalið þá. En þá getur maður einmitt sagt að þú veist, þær eru ekki millistétt, þær eru í lægri stétt. Ef við skoðum efnahagslega stöðu þeirra, þar af leiðandi eiga þær meira sameiginlegt með baráttu láglauna kvenna og þar af leiðandi þá líka hægt að segja að barátta BHM einmitt ekki fyrir þær heldur fyrir einhverja allt aðra hópa. Þær þurfa þá bara að standa. Og þær get ekki horst í augu við það vegna þess að það að stilla sér upp við hliðina á hennum fátækustu svo mikill status og hvernig fáum við þetta fólk til þess að horfast í augu við það og taka þátt í að sé annar möguleiki að syngja jólalögu fátækt fólk með því að bjóða upp og það annar möguleiki heldur en að taka þátt í þessu geðveika einstaklingshyggju, efnishyggju, geðveiki í nýfrjálshyggju. En sko þess vegna allavega var þessi greinarflokkur svo mikilvægur, þessi viðtöl, ég meina ef að fólk getur lesið þetta en sko það hversu þetta hefur verið dulið og komið upp á einmitt og við þurfum að fara að ræða betur hvað millistétt, hver millistéttin á Íslandi að því við erum með eitthvað skakka mynd af einstæða maður með 2 háskólapróf eru ekki millistétt. Það eru neðri millistétt eða lægri millistétt eitthvað og þá kemur annar punktur út úr þessari sem nú efni annan þá sko afleiðingar hrunsins sem hefur ekkert verið rannsakað að það eru þeir sem þarna inni eru verðstættir eru þeir sem lendi að skilja í hruninu til dæmis þannig að það alls konar svona trace sem rosa flókið og það fólk hvort sem það skildi eða ekki sem lendi illa í hruninu þú veist það tók mörg ár að byrja að þú veist vinna aftur upp allt sem að tapaðist og fyrir suma þetta gekk eflaust ekki og þannig þess að tala 25% sem kannski þriðjungur þú veist bara efsti þriðjungur sem hefur það drullu gott á Íslandi og ennþá að fara 3-4 til útlanda ári og heldur uppi þenslunni sem að nafni minn í Seðlabankanum að reyna að ná niður. Þess vegna voru við til dæmis að móti prósentuhækkunum og það var einmitt líka að það var afdráttarlaus afstæða Eflingar að ætti væri krónutöluhækkanir einmitt til þess að setja svigrúmið svokallaða til þeirra sem að minnst hafa það og koma í veg fyrir það að þau sem ofar eru í tekjustöðunum haldi bara áfram að hella olíu á eldinn. Það var engin leið að fara það var engin leið, það var ekki hægt að ná það í gegn. Bæði var andstæða við það innan Alþýðusambandsins en svo var náttúrulega hatramasta andstæðan við það frá opinberu félögunum. Það var ekki fræðileg og pólitísku möguleiki að fara þá leið. Það var afdráttarlaus afstaða stórs hóps innan íslenskrar verkalýðshreyfingar að það ætti að færa hærri launuðu fólki hærri hækkanir og að hitt væri bara einhver stórkostleg aðför að háskólamenntuðu fólki. Bókstaflega að tala svona. Og það sem verst við þetta síðan að vegna þessa frábæra góða vina sambands VG og Sjálfstæðisflokksins eins og hún kallaði síðustu 7 ár að þá var, jafnvel þó að það verið lækkaður skattur á neðstu þrepin sem bara leiðréttingir og verið verðtrygging á gömlum mörkum að þá var ekki hækkaður skattur á efri þrepin þannig að þar var aftur meiri þenslukvætjandi, meiri verðbólguhvati og það sem sko svo blóðut í þessu sem ég trúi í gesku minni að halda sko það hefði verið hægt að útskýra fyrir Garðbæinum og Seltirningunum að 2% skattahækkun út af COVID-kostnaðinum þeir myndi alveg þola það og það myndi dempa verðbólguna aðeins að draga úr eyðslunni en það var ekki gert sko. Og þess vegna ríkissjóður með ennþá meiri halla og sem kallar annarkvort á niðurskurð eða skatt á börnin okkar eða þú veist verri og við erum einhvern veginn svona eins og versta blandan af Þýskalandi og Frakklandi sem eru bæði í mismunandi efnahagsvanda í Evrópu. Frakkanir eru að eyða á miklu og Þjóðverjarnir eru ekki að fjárfesta neitt sko. Þannig að við erum ekki að fjárfesta í vegunum, jú við erum ekki byggja eitt spítala, það það sem við náum að gera út úr þessu en keyrum ríkissjóðan í halla eins og Evrópuríki sem eru þú veist að margfalda hernaðarútgjöldin sín varnar, við erum ekki að gera neitt af því þau eru að vinna úr lífskjarakrísunni sem 80 milljarðar í kjarasamningskostnaðinn fór í en sko og við bara þá bara eftir lok kjörtímabilsins á að fara að taka á fjármálareglum og koma ríkissjóði það er bara eyðslufjör núna fram að kosningum og sko nema að þetta fari í sko mjög hratt á slæman veg og bara verði verkfull og læti þegar forsætisráðherrann tilkynni kosningar og eitthvað svona en þá verður líka rosalega vont upplausnarástand þegar á að fara að mynda ríkisstjórn og leysa úr
Þá kemur bara Kamilla, Þórdís Kolbrún og býðum bjóða sig fram. Já, en þetta líka einhvers konar ímyndavandi, verðum við ekki að taka þessar skilgreiningar niður, millistétt, láglauna konur, ég meina þetta bara orðið fólk gegn kerfinu, skilur við, það bara þannig. Ég bara, síðasti vetur, ég vissi alltaf að það væru stéttaátök innan íslenskrar verkalýðshreyfingar og ég hef bara talað mjög opinskátt það opinberlega og það sannast bara enn eina ferðina núna síðasta vetur að þú veist hvernig þetta virkar að það ekki hægt til dæmis, það var allan ekki hægt núna og það mun reynast erfitt að fara í gegn með krónutöluhækkanir út af því að það eru bara bláköld eða eldheit, hvernig svo ætlum að kalla það, stéttaátök inn í hreyfingunni. Þannig að það var bara sagt, nei, það kemur ekki til greina að semja aftur krónutöluhækkanir. Það verða að fara prósentur upp vegna þess að krónutöluhækkanir eru stórkostlegur glæpur gegn fólki hærra í tekjustiganum, bara glæpur. Það hefur gert það verkum að kaupmáttur þessa fólks hefur ekki aukist. Kaupmáttaraukningin hefur meira og minna öll verið hjá láglaunafólki og nú bara komið nóg fyrir þau. Þannig að við erum mjög stéttbundin, stéttmiðuð. Já, svona innbyggðir stéttfordómar. Já, ég meina þetta bara svona. En hérna, við erum að fá annan gest hérna bara. Já, ok. Það prófessor sem heldur í fram að börnunum myndu líða betur eða þau myndu leika sem meira. 100% sammála. Já, ég líka. Á sjálfsögðu. Þetta bara eiginlega svo augljóst að það eiginlega ekki hægt að ræða þetta. Já, það að segja óskipulaður leiktími barna. Já, ekki mótin þín, ólísmótin. Ég fer aldrei á svona móti. Það bara að fá að fara út að leika þér, stemming. Frjáls. Og án síma. Já, ekki sími og að leika sér. En ég samt ekki svona einhver talsmaður þess að við förum eitthvað svona tilbaka eins og verið gamla þetta. Því það var náttúrulega, maður var oft bara skítrættur eitthvað bara úti að leika. Þú veist, og það voru eitthvað svona roving hordes af einhverjum rosalega grimmum börnum sem maður vildi ekki mæta. Ég vil það ekki, sko. Það var náttúrulega svo mikið af börnum þá, sko. Þegar maður var sendur út að leika. Já, henda sér fram að bílskúrs. Þegar maður var sendur út að leika. Þegar maður var sendur út að leika, þá voru sko 36% af íbúum Reykjavíkur voru börn. Þannig núna er þetta eitthvað staðar nálægt 16. Þannig að þessi veröld ekki til. Og það voru leynifélög og það voru einmitt sko hættulegir. Ég manna í Vogahverfinu þá var Stebbi Glæpur og Palli Kína og maður bara skuttlaði sér í rjóður ef maður sá það. Ég var einmitt að vera upp í Breiðholti og vera þú veist að labba út í sjoppu og þetta var nú ekki langt en þú veist maður var bara eitthvað ok, bara nú labba ég bara af stað og svo bara svona hverfiskelfa. En núna náttúrulega kerfið lærið á hættur heimsins. Að megni að börnunum í úr velstæðuhverfunum af því að þar fólki efnaaugnast. Keyrið í sjoppu. Nei, það kemur hvað heitir þetta á Volt. Kemur láglaunamaður á Volt með ísinn. Og þú skammar hann fyrir að ísinn ekki alveg nóg. Og fyrst að það hefur orðið þessi gríðarlega fækkun í bara börnum er ástæðan fyrir því að börn sé ekki út að leika sér einfaldlega svo að það engin börn til að leika við. Ég held það sem ég er að segja. Og þau eru á ólísmótinu. Já, og þau eru, í skipulögu starfi, sko. Já, eða bara ég var barn, sko, bara flættu börn, sko, út alla glugga og voru bara allstað. En ég held að það er margt miklu betra núna. Þú veist, ég held að samskipti og það foreldrar, þú veist, upplifum mögulega svona eins meiri ábyrgð eins og þetta var, þú veist, 13 ára þá bara eitthvað, jæja, þú veist, þú bara ert fullorðinn, skilurðu. Og maður bara sjálf ala það er margt sem miklu betra. Ég flutta heiman þegar ég var 16 ára. Ég er 16 ára dóttur og ég sé það ekki fyrir mér gerast í nánustu framtíð en það er hún bara barnið mínum huga þannig að það hefur ótrúlega mikið breyst. Þú varst líka barn þegar þú fluttist og svo var ég náttúrulega bara barn sem þegar ég eignaðist hana í rauninni. Þú varst bara þykist að vera fullorðin. Já, ég var bara þykist að vera fullorðin en það er ýmislegt sem hefur breyst hvað þessi við sem er betra. Sem er náttúrulega svona sem að við fullorðna fólki getum leikið fyrir fram að börnin eins og við séu fullorðin. En við erum náttúrulega ekkert við höfum ekki þroskast. En kannski eru þau minna að leika saman að því að samskiptin eru svo mikið í gegnum síman og þá tapast svo margt eins og bara svipbrigði og látbragð og blær í máli og svo framvegis. Allt þetta því að það er ekki bara orðin sem eru sagður, það er líka ég les í þig þó ég skil ekki alveg hvernig ég geri það, þá les ég viðmótið með því að vera fyrir framan. Ég lendi að vera í vondu skapi og fá SMS
og þeir lesi það í svona tón Jú, og þeir verða alveg brjálæðislega reið út í manneskjuna hinum megin fyrir að hafa verið að senda ykkur hennan dónaskap og svo kannski, þú veist, svona svara maður einhverju, þú veist, með alveg svona þrjumiski yfir hausnum. Hugsanalestur er alveg bara þá er maður einhvern veginn búin að veita sem sagt, manneskjunu hinni í línunni, maður er bara gefin einhverju svona reiðirödd þegar hún kannski... og líka valdi við sér, sko, koma sér í vond skap, eitthvað SMS. Já, það er svo einmitt. Og þetta stigmagnast upp í borgarastyrjöld. Já, það gerir það þetta. Og heimsendi. En sko, Kínverjar eru búin að banna börnum að vera meira en 2 tíma í símanum á dag. Kerfið bara stoppar það, sko. Já. Þau geti ekki verið með 2 tíma. Já, ég er meira á að gera því að hvað börnum finnst ótrúlega leiðilegt í skóla. Og skýrslan, að það séu ólæs. Það er rosalega leiðilegt í skóla. Mér fannst ekki leiðilegt í skóla. Mér fannst mjög leiðilegt. Mér fannst þetta ágætt svona framan af, eins og fór mér að finnast það voru leiðilegt. Mér fannst rosa gaman í Ísaskóla í 5, 6 og 7 ára bekk. Svo fannst mér leiðilegt eftir það. Eftir það hefur lífið verið downhill. Já, bókstaflega. Og minn formatífi var að Já, 5, 6 og 7 ára. Já, og kannski er þetta alltaf að vera að horfa á fólk að gera eitthvað eins og TikTok og Instagram, sko. En maður læri samt alveg svolítið af því. Já, maður læri fullt af því. Já, það fyrir en sko, skrefið að fara að gera það sjálfur, það er eins og það vanti, Ég hef sko. lært að gera hollandaisesósu Já. og ég er búin að læra svolítið að lyfta lóðum heima með að horfa á svona rosalega glæsilega Já, þetta er búin að vera á YouTube í 10-15 ár. En þú veist, ég fór aldrei á YouTube að horfa á þetta. Ég veit ekki, ég spyr dóttur mín á stundum út úr. Og ég lærði líka eitt annað ótrúlega flott sem ég verð að segja ykkur frá. Fyrirgefðu að ef þú ætlar að steikja fisk á pönnu, þá lendir stundum mér að festist við. Er það ekki? Það gæti lendið því. Heyrðu, veitu þið hvað ég geti gert? Þetta lærði ég á fucking Instagram. Láta hann liggja. Nei. Þú tekur bökunarpappír og situr á pönnuna. Bara olíubert bökunarpappír, svona eins og setur inn í ofn, á pönnuna. Oh my god. En algengustu mistökin er að fólk... Algengustu mistökin... Bara besta húsa sem ég hef lengt. Þetta virkur, þú verður að prófa. Ég verður að prófa, strax í dag. Algengustu mistökin... Fiskbúð Hafliða, ég reyna að koma í postun. Þegar þú setur fiskinn á pönnuna, þá verður að bíða eftir því að hann stikni undir og losni frá pönnunni. Ekki byrja að fikta í honum. Bara... Hann getur Það voru svona reiður ég sé alla brotnu fiskana svo rosalega mikið við. Nei, ekki bara fyrst. En ég ætla bara að segja ykkur frá þessu, prófið. En það er líka þetta að baka pönnuna með gömlum kartöflusýri og þá kemur svona húð sem maður lætur ekkert festa því ég nota ekki neina svona teflon, það er hættulegar. Ég er að vinna fyrir bökunarpappís iðnaðinn og þess vegna er ég að segja Paxoraspið hérna. Netið mitt hefur verið að selja mér eitthvað svona að ég bara borða á einhverjum tilbyrjum tíma svona eftir aldri einhvern veginn og svo einhvern veginn að ég geti orðið rosalega fitt bara með einum stól eða bara engum stól og svo er það að byrja að gefast upp núna og er að byrja að reyna að selja mér eitthvað sem heitir Shape Fit eða Shape Fix sem er eiginlega svona bólur sem einhvern veginn þrýstir böndina og svo hristist utan að þið verður svona vöðvasteltur einhvern veginn inn í einhverju svona korsileppi. Ég er bara svona eins og svona Superman-búning. Ég er að gera tilraun, ég mun láta ykkur vita hvernig það gengur en það var einmitt eitthvað sem ég sá á Instagram það ég var út í Portúgalum daginn og svo geggju sítrónutré í garðinu sem ég var þannig ég tók nokkla græðlinga og nú er ég að prófa að láta þá sem sagt komast áfram til lífs í banana með því að stinga þeim ofan í banana og síðan í banananum ofan í moldina og nú munum við sjá hvað gerist. Bananur kemur út úr þessu. Svo veit maður ekki hvað svona trikk sem er bara eitthvað gervigreindar bull. Ertu ekkert að finna fyrir svona litlum flugum, svona bananaflugum? Hvernig er samskipt ykkar við gervigreindina? Svo er bara moldina yfir, já. Hvernig er samskipt ykkar við ykkar gervigreind? Er það gott? Mín er að selja mér svolítið svona DIY, ógeðslega flókin, eitthvað svona, þú veist, ég tek hérna borð og ég saga það í tvennt og svo hérna kemur eitthvað svona epoxíð og eitthvað svona, ég fæ bara eitthvað svona mjög undarlega svona heimafundur. En er það að spjalla við gervigreindina svona? Já, ég nota nú svona eins og Google stundum bara. Já, ég er búin að vera að leika mynd í gervigreindinni núna sem mér finnst það mjög skemmtilegt vegna þess að, þú veist, ég er leikaramentuð og hefði aldrei þrifist í háskóla, bara með allt og mikið athyglisbrest. Þannig að mér finnst geggjað að fá svona summary hluti sem ég er að stúdera En þú veist, þú getur ekki treyst í öllu. Já, ég veit það. Ég hef aldrei notað gervigreind. Ég prófaði einhvern tímann, síðasta vetur, þá sagði við gervigreindina, skrifaði fyrir mig
tölvupóst sem ég ætla að senda á skrifstofuna akkur það mikilvægt að vera með svona feminisma og svoleiðis, svona kynjadót og ég fekk ótrúlega rosalega langan tölvupóst og þá sagði ég, svona þetta bara allt sem við fáum sem eitthvað svona einhver orðasalut það bara einhver sem segir við gerðugreindina skrifaði fyrir mig tölvupóst eitthvað skilur akkur umhverfisvændi góð Þetta að taka við fullt af háskólamenntun. Ég þekki nokkrar mæður sem að hafa notað þetta og nýtt þetta í svona budgeting og matar það innkaupin og þær sem sagt byrja gerðugreindina um að búa til fyrir sig matseðil fyrir heila viku fyrir ákveðin pening og innkaupalista og svo fá þær uppskriftir og hvað á að vera í matinn og hvernig ekki það er hægt að nota þetta. En ef ég myndi spyrja gerðugreindina, ég er einstæð móðir með 2 börn í láglaunastarfi og í okkur íbúð leigja. Hvernig kemst ég af? Þá myndi koma mjög flókið svona do-it-yourself fallags. Já. Sem þú þarft samt að vera svona hefla og mála og epoxy líka. Einhver að halda því fram að gervigreindin væri að fara aftur strax vegna þess að við erum farin að nota hana meira og mannkynið sé heimst þannig að það sé svo mikið að vitlausum sem spyrum. En það er gaman líka, sko, það er alls konar svona... Enda bara með að segja En það er svona alls konar svona sköpunartæki í þessu gaman. Það er gaman að tekna myndir og búa til músík og þetta er bara svona svo leikur. Það er gaman að sjá hvað þetta gerist hratt og... Leika við gervigreindina. Já, leika við gervigreindina. Frjálsleikur við gervigreindina. Já, ég held aldrei þetta aðeins að ná sér í ChatGPT og leika sér við. Ég fer með í bækur. Hérna nóttina. Marían Lilja, Norski Brynjar. Þú ferð ekki að fara. Svona við hennar. Kæra þakkir. Og við ætlum að koma hérna aftur að Vörmuspori. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.